Bitcoin ekkert að hrynja. Þú getur farið og selt Bitcoin fyrir 20 milljarða íslenska króna eða 2000 kall og bara markaðurinn tekur við því og bara verðið á Bitcoin að sama og áður en þetta tolladæmi byrjaði og maður bara eitthvað, vá hvað gott að eiga þessa eign í þessu umhverfi þegar þetta að gerast. Kristján Ingi Mikaelsson, þetta er velkomin. Takk fyrir. Þú ert rafmynta fjárfestir, frumkvöðl og forritari. Hvað svona byrjar þín saga? Já, ég fæðist einhvers staðar á Landspítalanum. Það er kannski í byrjun, en ég veit ekki hvort þú viljið fara svo langt aftur. Förum kannski bara aftur þess að þú byrjar að forrita svona 11 ára gamall. Akkurat, ég er búin að gera mikið og margt á lífsleiðinni og í business og ýmsu og byrja í rauninni frekar snemma að vera að gera og pröfa alls konar. Veist, maður var með tombólu og það er nú ekkert frásögufærandi en margir í því og síðan voru að móka einhverja stéttir ég og Danni félagi minn sem að er með Wake Up Reykjavík og við vorum að móka einhverja stéttir eitt árið og síðan gerði ég risa business þegar ég var, ég veit ekki 10, 11, 12 ára meðan ég var í grunnskóla að þess að pabbi var mikið búinn að vera veiða og var ofta að veiða í vötnum og flugu og eitthvað slíkt og hann vantaði alltaf maðka og ég fór að tína maðka fyrir hann og félag hans og síðan allt í einu var þetta bara risa business og ég var farin að á tímabili að sko geima maðkana þangað til að þurrkaði yfir sumartíman þannig að þegar var ekki búið að rigna í 2-3 vikur þá tvöfaldast verið á möðkonum og þá átti ég huga þessu og þetta var í alvörunni bara risastór, þetta var bara alvöru tekjustrumur. Þetta var góð business. Bara 25 kall fyrir stykki á þeim tíma. Já. Og þú veist, ég gæti farið út á kvöldin og týnt 200 stykki. Þetta var bara svona 5.000 kall á þessum aldri. Þetta var kannski þegar ég var 13 ára, eitthvað slíkt. 8. 9. bekk. En ég byrjaði síðan að forrita í grunnskólan líka. Að eitt árið þá var ég í unglingavinnu og ég man ekki, ég fekk undir 30.000 borgað fyrir það á þeim tíma fyrir heilt sumar og ég einhvern veginn álpaðist út í það að opna leikjasíðu fyrir grunnskóla minn. Og það var svolítið áhugavert af því að ég man ekki af hverju það gerðist en ég var búinn að vera að fikta og var alltaf eitthvað trolla í tölvunum í skólanum og láta geisladrif opnast á einhverjum tíma sem að enginn skildi af hverju var að opnast og var alltaf eitthvað svona fikta í tölvum og gera kannski fólki lífið leitt þarna í Árbæjarskóla á þeim tíma. En ég rauninni sett upp leikjasíðu og fyrsta árið bara fyrstu önnina sem að hún uppi þá fæ ég 120 svona styrk frá hátækni og sambíónum og eitthvað til að reka leikjasíðuna það var leikjanet og eitthvað slíkt og ég var bara, ok, hvað að gerast hérna? Þú veist, þetta bara, ég fer á tína arfa í 6 vikur og fæ 30.000 fyrir það og ég man ekki 250-300 krónur á tíman á þeim tíma krónan hefur rýtnað mikið síðan og allt það og síðan í rauninni bara þegar ég legg þetta saman þá ég bara, þú veist, það augljóslega eitthvað hér og ég fer að reyna að finna meira um þetta og ég er rauninni séum þetta alveg sjálfur, það enginn að hjálpa mér í þessu ég fer að ráða einhvern veginn á netinu til að gera lúkki betra og alls konar eitthvað slíkt og fer bara að kafa onni í þetta og þegar ég rauninni byrja í Vestló þá ég bara full að forrita það var enginn í Árbæjarskóla sem forritaði sem var fjölmennasti grunnskóli landsins á þessum tíma og það var enginn þegar ég byrja í Vestló að forrita í mínum árgangi en samtals voru kannski svona 3 að forrita svona yfir árin sem ég var þarna einhverju viti í 1200 manna skóla og það þarna í kringum 2009 til 2013 sem ég í Vestló og þannig að svona uppleggið sem ég fæ mjög mikið að ég bara verið að byggja hluti einn og svona feedbackið eða endurgjöfin sem ég fæ svolítið bara beint frá fólki og í rauninni, ég var alltaf að búa eitthvað til að því mér fannst það sniðugt. Ég var ekkert eitthvað að reyna að græða eitthvað peninga eða eitthvað slíkt, heldur fylgdi það svolítið bara með, en ég var mjög örlátur á tíma minn. Ég var alltaf ég smíða eitthvað bókavettvang fyrir nefndafélagana, fólk að deilt bókum frítt á milli sín og spara einhverja milljónir fyrir fólki sem var að skipta á bókum alltaf og ég fór þetta nefndafélagsvefin með honum Ragnari Þórvaldssyni og Herði Ragnars. Við vorum mikið saman á þessum tíma að forrita og unnum forritunarkeppni framhaldsskólana, fyrsta skipt sem Vestló hefur unnið þá keppni og eina skipti síðan
sem bara mikið afrek, þú veist, það voru hérna tækniskóli sendi 8 lið og MR sendi 4 og þú veist, eitthvað svona skilur þannig að þetta bara Hvað ár var þetta? Þetta var á síðasta ári í Vestló næst síðasta ári í Vestló 2012 þannig að það er komið núna 13 ár síðan og þannig ertu bara komin á fullt sem svo bara sjálflærði forritari bara út frá forvitni og ég er unni bara á þessum tíma fyrst byrjaði ég bara að grúska ykkur bókum og lesa eitthvað á internetinu og síðan alltaf setna byrjar YouTube að koma inn þegar ég svolítið í Vestló þá verður YouTube risastórt og þar er bara endalaust hægt að læra og Code Academy og fullt af svona NetTouch Plus og einhverjum svona síður sem maður fór bara inn á og það sem var svolítið áhugavert við interneti á þessum tíma var að þú gast í rauninni farin á hvaða vefsíðu sem og í rauninni stólið lukkinu eða útlitinu og stólið virknunni af því að þetta var bara, þú fórst inn í síðuna og gast bara lesi kóðan og copy-paste hann yfir síðan þá hefur mikið gerst eða margt gerst og kóðin er einhvern veginn falinn og svona falinn fyrir öllum þannig að það er engin svona samnýting þar á milli en á móti kemur það er mikið svona open source og annað en þetta er rauninni, svona saga mín er þarna og ég stofna fyrirtæki með honum Ragnari Þór bekkjabróður mínum í Vestló sem heitir Ilgur EHF og núna er rauninni fjárfestingafélagið mitt persónulega en við vorum að vinna eitthvað kontraktvinnu með Vestló og prófa okkur áfram með því og mér fannst það nú aldrei skemmtilegt að mér fannst það aldrei gaman að vinna fyrir einhvern annan á tímavinnu fólk með mikla kröfur sem skildi á þessum tíma ekki tækni að byggjum, ég ætla að fá þetta svona og þú veist það tekur 1000 tíma að gera það en er bara tilbúið að borga 300 Vildi fá mikið fyrir lítið, það er bara svo leiðis bara eins og þetta er nú oft í business og við bröðsum í þessu og síðan með skóla fyrir að vinna hjá Stock Software sem er eitt svona fyrsta, eða það er bara fyrsta app félag á Íslandi sem er að búa til app og á þessum tíma, ég meina iPhone-in er tiltölulega nýkomin út og App Store tiltölulega nýkomin út þarna App Store er búið að vera út í kannski 12-18 mánuði þegar ég er hjá Stock en ég er svo sem ekki að gera upp beint, heldur er að vinna í eins og Be Iceland og einhverjum svona vefsíðu projektum sem að voru alls konar verkefni þannig ég tek strætó úr Árbænum og 84 mínútum í það hvora leið mjög skilvirkt strætókerfi að komast úr Árbænum í Hafnarfjörð á Kúkshafengötu og já, er svona í því með Vestló og bara tölvan bara á mig hana bara heldtók því já, ég er unni þegar ég er að alast upp þá er ég bara í 3 íþróttum og ég er geggjaður í íþróttum ég er mjög hávaxinn, 2 metrar og ég stökk mjög langt, ég hljóp mjög hratt og var svona bara yfirburða í mörgu íþróttum og ég er unni, þú veist, það voru margir sem sögðu bara akkur verður ekki atvinnumæður í fótbolta, akkur verður ekki atvinnumæður í handbolta og það er alveg í alvörunni eitthvað sem ég hefði getað gert en bara tölvan, hún bara átti hausinn á mér, það er bara ég sogaðist inn í tölvuna og þú veist á tímabili, ég meina að fólk hefur alveg áhyggjur af því á þessum árum og ennþann dag í dag skilur þetta að þú veist, ég er kannski bara lokaður inn í herbyggi að gera eitthvað í tölvunni og síðan sér fólk mér bara búa til hitt og þetta en síðan er ég að spila tölvuleiki líka og það svona skilur ekki alveg dýnamíkina, þetta var ekki hefðbundi á Íslandi og sér það var enginn í kringum að gera þetta það var enginn í Árbæjarskóla, nánast enginn í Vestló þannig að þetta er svolítið eyðimörku ganga sem ég hef lappað þarna fyrstu árin í þessu og bara í rauninni magna hvað þetta er búið að breyta síðan þá Já, af hverju heldur að þú hefur náð svona góðum tökum til dæmis á forritunni af því að þú veist, þetta er ekki eitthvað sem að allir geta lært Einmitt. Þetta er, sko, ég hef alltaf verið svona mjög forvitin og mér er alltaf fundist gaman að skapa eitthvað ég er ekki góður að teikna og ég er ekki góður að lita og ég er í rauninni ekki góður að skrifa ég get alveg látið skilja mig og ég er ekki hræðilegur að skrifa, fólk má ekki halda það sko en mér er alltaf fundist gaman að búa eitthvað til og koma eitthvað í dagsljósi, búa til eitthvað vefsíðu sem gerir eitthvað sniðugt, leysir eitthvað vandamál fyrir eitthvað eða hóp eða eitthvað og ég var aldrei að búa til eitthvað business sem eftir á hyggja voru kannski mistök en á móti kemur að ég gaf fullt af tíma og margir mjög þakkláttir fyrir það sem ég gerði en svona, þú veist, mér fannst starffræði mjög skemmtileg, ég var á raunvísindabraut í Vestló, þú veist, X-bekknum í á eðlisfræðabraut og svona tölur og annað er mér náttúrulegt fyrir mig, þó ég hef kannski ekki farið í háskóla og mikið á dýftinni starffræði þá er þetta nánast bara, þú veist ég svona nánast sé tölurnar bara
á þess að hugsa, skilurðu. Já, góður í logikinni. Já, og bara góður að sjá þetta og þú veist, ég gæti bara verið að spúa út kóðið 16 tíma á dag, bara bak í bak, bara ekkert mál. Og það einmitt líka þegar ég fyrir startupinn setna, þá ég bara, þú veist, ég bara 18 til 20 tíma á dag að fór þetta. Bara bókstaflega, bara í mörg ár, sko. Þannig að þú veist, þetta bara mjög þetta alltaf mjög gaman og það sem ég fannst svo frábært og geggja við tölvur og finnst enn þann dag í dag að bara tölvan segir alltaf satt. Hún byggir á rökum og ég segi eitthvað við tölvuna sem kannski einhver forritunarskipun eða eitthvað slíkt og hún svarar mér alltaf eins svo lengi sem að spurningin alltaf eins sett fram og aðstæðunar eins. Og mér fannst þetta vera svo heiðalegt og mér fannst svona alltaf kannski erfiðara. Mér finnst aldrei erfitt að umgangast fólk en bara ég fílaði oft aðra hluti fannst ég oft vera svona kannski ekki svona ég veit ekki hvernig best að segja þetta en mér fannst ég alltaf vera einhvern veginn bara aðeins of góður í íþróttunum og hefði viljað vera með meiri samkeppni og mér fannst ég alltaf vera aðeins og einhvern veginn góður í starffræði og fannst ég ekki vera þú veist meðal þeirra sem þú veist, ég var aldrei að deila hugmyndu með neinum, skilur svona mikið og ég hef alltaf verið svolítið bara, þú veist tætið svolítið áfram inn í einhverja leið á eftir einhver sem ég þykir áhugavert og set bara á mig meðhlaupa þesta gleraugun og bara keyra á eftir því þannig að svona þetta heillaði mig við tölvuna að bara hún var hana og hún var alltaf tilbúin alltaf þegar ég vildi tala á hana þá var hún bara tilbúin alltaf klár já, og bara alltaf þegar ég var búin að skila ykkur frá mér þá bara keyrði hún eins og að skrifa og ef eitthvað klikkað þá var mér að kenna ekki henni, þannig að þetta var bara svona í rauninni makker sem að var áræðanlegur og það bara trúið að fólks algjörlega og auðvitað, þú veist, klikka margt í tölvum og allt það en svona þú veist, öfugt við fólk þá getur alltaf komist að niðurstu af hverju eitthvað gerðist þannig að fólk sem að svona tilviljunarkenndara og gerir hluti, þú veist, ekki út frá trúið af fólks það minni logic já, þá ertu með svona aðra funksjón þar, þannig að það svona það sem hélt mér í tölvunum og mér fannst alltaf vera geggjað að elda sko. Og góður að ná svona hyperfókus kannski á þau verkefni eða vandamál sem þú varst að leysa þeim megin já, af því að bara, ég var aldrei að forrita til þess að forrita, ég var alltaf að búa eitthvað til ég var alltaf að skila af mér leikisviðni eða skipta bókamarka eða einhverjum litlum tölvuleik eða undirbúa mig fyrir forritunarkeppnina eða búið til vefsíðu fyrir eitthvað sem ég var að kontrakt fyrir eða gera nefndafélagsplattformin eða gera fítus fyrir nefndafélagsplattformin og eins og á þessum árum þegar ég í Vestló, ég meina Facebook bara 2-3 ára fyrra að verða risastórt og við vorum bara dælin sömu fítusum minn á nefndafélagsplattformin ég var bara á nóttunni að skrifa eitthvað compare hotness fítus og einhvern vinarlista og chat og þú veist, það var alveg fútt í þessu og hefur ekki verið fútt í þessu síðan af því að bara fólk ekki að gefa tíman sinn með þessum hætti sem við vorum að gera þannig að þetta var svona, þú veist maður var alltaf að byggja eitthvað og ég hafði svo mikið metnað til að hlutir væri bara flottir, virkuðu og í lagi þannig að það hefur svona verið líka vont að vera kannski fullkorunni sinni í því að maður þarf líka að geta skila þessu frá sér á réttin tíma og í rauninni koma þessu hrætt út á markaðan komið svo út þegar maður vill að þetta sé fullkomið þá fer þetta aldrei út sko. Ertu með einhver dæmi hvaða svona helstu verkefni þú varst að vinna þarna meðan þú varst í Vestló, svona forritunarverkefni? Já, kannski þú veist, enginn af þessum kóða lifir í dag, þú veist, bara framþróun búin að vera slíka þú veist, þú gætir ekkert opnað þetta í vafra nánast sko, af því að maður var að gera eitthvað svona flóknari verkefni og eitthvað slíkt sko. En já, það var þú veist, í Vestló, þú veist, svona non-commercial hluti sem ég var að gera, var þessi skiptubókamarkaður það var nefndafélags vefsíðan og gerum app og fengum styrk frá hátækni og gerum alveg svaka húllum hæ út úr þessu, þú veist, það var ekki margir með apparna bara á Íslandi, þú veist, fyrirtæki þú veist, þá komið Dominos app kannski og einhver 1, 2, 3 í viðbót og nefndafélag með app þú veist, þetta var alveg ekki á sko, Windows Mobile Android og iOS og sér forrita fyrir alla plattforma, það ekkert eitthvað svona til að skrifa það var mikið afrek þetta var ekkert svona eitthvað vef-app nei, þetta var bara alvöru app sko, og gerði fullt af hlutum og fullt af fítusum og vorum að skrifa þetta á 4 sinnum líka fyrir vefin þannig að þetta var mikið sem maður var að skrifa þarna og sér fullt af einhverju dóti sem ég man ekkert eftir sko, og bara einhvern veginn glimt sko, og
örugglega fullt sem ég geti verið að nefna ef ég hefði gert heimavinna betur sko. Já, einmitt. En þú hann að klára Vestló og fer svo, það ekki flytur út í hann að Kísildalinn. Og hvað það sem að tekur við þar? Já, ég rauninni, sko, fer á þessum tíma ég líka að fara í fullt af hackathonum og taka þátt í keppnum og þú veist, alls konar dæmi. Ekkert einhver svona, ég ekkert í einhverjum heimsmeistarakeppnum í forritun eða eitthvað, en ég samt alveg að taka þátt í ýmsu. Já. Og fer í eitt hackathon sem haldið upp í Háskólanum í Reykjavík og vinn það hackathon sem var sem sagt kvöldið á nemendafélagsdeginum síðasta ári sem ég var í Vestló. Já. Og það risadagur í Vestló og ég og Ragnar erum bara í smokingfötum á hackathonu nóttina að forrita og það geggja og við sigrum hackathoni og í rauninni framkvæmdastjóri Greencloud var að vinna þarna var á hackathoninu og hann bauð mér starf bara strax kóta að vinna fyrir mig og Greencloud á þessum tíma á 20-30 manna fyrirtæki og bara margir vildu vinna þarna og ég man alltaf þegar voru vísindaferðir á komið 50-60 manns og enginn gat fengið vinnu skilur og þú veist þetta var alveg erfitt að komast þarna inn. Já. Og ég vann þarna í einhverja 5-6 mánuði og á sama tíma í rauninni ég kláraði þarna Vestló og í rauninni bara þegar ég að klára Vestló þá kynnist ég Davíð Símonarsyni sem var nú í þætti hjá þér daginn og Ásgeiri Vísi og Egill Ásbjarnar líka og við hittumst þarna og byrjum eitthvað að forrita og Daniel Birni líka og byrjum að forrita í rauninni app og förum í vegferð sem að gera það verkum að ég í rauninni hætti á Greencloud. Fekk mjög góð laun á þeim tíma. Ég man ekki, ég var með 380.000 á mánuði pluss síðan eitthvað vaktsíma og mér fannst ég verið grenjandi úr hlátri á þessum tíma af þetta var svo mikill peningur. Ég lifði heima á foreldrum og bara var eitthvað í þessu og þannig að það svona það fyndið sko að því ég fekk einhverju kauprétti sem ég eiginlega komst að eftir á sem að ég vestaði þá ekki sem voru einhverja 40-50 milljónir þegar að Greencloud síðan selt til NetApp. Sem hefði verið gott að nýta. Já, algjörlega, en þú veist, það hefði komið að ég man ekki hvernig það var selt, 2018, 19, eitthvað 20, þú veist, og það alveg verið fínt, en ég var bara búin að gera fullt af hlutum og ég hefði ekki skipt þessar reynslu út fyrir neitt. Nei. Þannig að ég rauninni hætti á Greencloud og fer í þessa frumkvöla vegferð með þessum hóp, sem bara geggjaðar hópur og bara, þetta var ógeðslega gaman og bara við vorum svo duglegir og það svo gaman, það sem mér finnst svo gaman að vinna með fólki sem jafndrifið og ég og bara neitar að stoppa og að berjast. Þú veist, það besta tilfinningin í heiminum. Það þetta svona startup. Já, og þú veist, svona, fólk gleymir sko að þú veist, við erum farin að lifa svo lengi og meðalaldurinn miklu hærri í samfélaginu og eitthvað, en sko heimurinn byggður á fólki sem bara, þú veist, 18 til 30 ára sko. Þú veist, alla stærstu uppfinningar sem við höfum í dag eru búna til að fólki sem 18 til 30 ára og þá ég ekki að tala um einhverja tech bros í Kísildalnum sko. Ég bara tala um alls konar uppfinningar sem bara allt þetta fólk sem við tengjum við í dag fann upp á þessum árum. Já. Og þetta svo verðmætt ár í mínum bókum að geta verið þarna, þú veist, enginn ákveð var með fjölskyldu og enginn ákveð var með kærustu eitthvað í langan tíma, þú veist, það var eitthvað rótskilur á því og við vorum bara þarna 4 að berjast og við vorum bara þarna fyrir hvern annan og þú veist, þegar ég átti vondan dag þá átti einhver annan góðan dag og þú veist, allt hannig og bara, þú veist, þetta svo mikið quality þessum árum og það sem ég komist að í seinni tíð, þó ég siti að vera 32 ára í apríl, í þessum mánuði að þá finnst mér svona fólk í kringum mig alveg mjög passionate og það allir að berjast en það bara svo margt annað í gangi, skilur við, það eru íþróttamót hjá fólk í atvinnulífinu og það eru fólk í atvinnulífinu bara með börn og alls konar og það viðhald á húsinu og eitthvað, en þarna var ég bara, ég átti ekki neitt, ég átti tölvuna mína og fötin sem ég var í og ég var bara að elta drauminn. Ekki íslenska drauminn, heldur alheimsdrauminn og þó ég fari nú kannski ekki þá þætti sem eru sýndir á Stöð 2 en Já, vel orðað, þannig að þú varst í rauninni bara að fókusa eins sem þið voru að fókusa á var að búa til þetta app og
gera það sem staðist. Algjörlega, og svona aftur til að koma inn á það sem ég sagði áðan að þú veist, mér hefur alltaf fundist Ísland vera mjög lítið. Þú veist, ég hef ekki átt mikil skoðanaskipti djúp við fólk á Íslandi bara á viðburðum og annað. Þú veist, þetta er alltaf breytast og dýftin á fólki er meiri og þetta finnur maður ekkert þetta fólk. Margir eru bara ekki, þú veist, að socialisa eða fara á viðburðið og eitthvað. En svona, þú veist, leiðum að fór út í heim og fór til San Francisco til dæmis, þú veist, þá var maður bara vá, hvað maður á heima með, þú veist, meiri fókusuðu fólki, eða sérst fókusað á eitthvað sem ég er að fókusa á líka, þú veist, eitthvað ákveðna tækni eða stefnu eða startup eða eitthvað slíkt. Þannig að, þú veist, ég kýsa að búa í Íslandi og Íslandi er frábært land og ég vil alveg börnin mín hérna, en fórnarkostnaðurinn í því er að mér er alltaf liðið einhvern veginn eins og ég sé, þú veist, ætti að vera 1-2 árum á undan í skóla eða einhvern veginn svona ekki alveg, þú veist, að fitta því að síðan er bara, þú veist, allir dregnir niður á miðjunni, skilurðu, í skólakerfinu og þú veist, allt einhvern veginn mindseti er svona svolítið þarna og við vorum bara einhverjir strákar sem áttum ekkert og höfum enga að tapa og þeim allir geta labbað að Borgartúni og fengi vinnu, þú veist, vísir við Hanna og ég að fórunda á Dabbi í sölu eða framkvæmdastjóri eða eitthvað, skilur, og bara riskjarnar var í rauninni 0, sko. Við komum frá Íslandi, sko. En hvernig var það svona ákvörðun að taka við það ákveð, þú veist, þú varst búin að vera eitthvað í frumkvöldastarfi sjálfur að undan og tala að tína maðka og forrita fyrir svona fyrirtæki og annað, en þú varst náttúrulega bara starfsmaður þegar þú hættir. Að hætta sem starfsmaður og hérna dempa þér út í þetta. Algjörlega. Og það var svolítið, þú veist, á þessum árum hjá Greencloud, Greencloud var mjög stefnulaust á þessum tíma og í rauninni svona takturinn í félaginu fer ekki í gang fyrir 2-3 árum eftir að ég hætti, kannski 2 árum og fyrirtæki var bara að brenna peningum á stefnulaust, það vissi enginn hvað að gera, framkvæmdastjórinn var látinn fara síðan og eftir að ég hætti og veist að fólk var ekki sátt við hvernig að því ég sagði bara, heyrðu, mér langar að fara það var bara sagt, ok, mátt fara sem fyrst og það var allt brjálað af því að fólk var bara byrju, er að leiða honum að fara strax, láta hann forritið 3 mánuði viðbót, sko, af því ég var bara gætt sofandi skrippborinn og forritað, sko fyrir einhvern 400 kall, skilur en en já, mér fannst það bara ekki krefjandi. Nei. Þú veist, bara það voru nokkrir einstaklingar sem voru fáránlega klárir í sínu en það var bara mikið stefnuleysi og ég fann það svo mikið þegar ég fór síðan að vinna í ykkur og maður var með eitthvað mission, hvað drifið mitt var miklu meira, þú veist, þannig eins og þarna þá var bara einhverju to-do-listar að gera þetta og það einhvern veginn hafði engan tilgang, þú veist, maður forritaði 2 mánuði og maður bara, akkur er að forrita þetta dashboard, hver er að nota þetta, þú veist, maður fer inn í analytic tool og bara, er það sem að 300 manns er að nota þetta, þú veist, það var enginn að nota vörðnar, skilju, en þetta var bara, þetta var svona public ski sem var eins og Amazon á þessum tíma og var í rauninni samanburðar hæft, þannig að þú gast keyrt Amazon lausnir á móti Greencloud vörunum, þannig að þú gast verið að hýsa gögn eða látið tölvu rekna eða hýst vefsíðu eða eitthvað slíkt og það var bara enginn að nota þetta og það var bara, þessu var bara droppað og stefnunum var breytt sem endaði síðan á að þau ná að selja fyrirtæki út af því, sko, en ákvörðun mín var svolítið bara eitthvað, herru, hérna er eitthvað Silicon Valley dæmi og þú veist go big or go home og búa eitthvað til úr engu og ég er í bílstjórasætinu og öflugir stráka með mér sem að enginn hafi gert neitt áður í þessa veru, skilurðu, ég hafi forritað fullt, ég hafi búið til upp í skólanum og alls konar, þannig ég vissi mjög vel hvað þú veist, mitt hlutverk var þarna og mér fannst það bara að vera mjög spennandi, þú veist, við förum í alls konar ævintýri og bara fullt af sögum og Dabbi rakti það nú vel síðast, alls konar skemmtilega San Francisco sögur og eitthvað slíkt en bara, þú veist, þetta var, ég man ekki eftir þetta hafi verið eitthvað stór ákvörðun, sko ég var bara eitthvað, get me out og bara on to the next one, það var svolítið svona stemmingin sem ég var í þarna, sko Hvað myndirðu segja svona að þitt hlutverk kannski var snýrst meira að því að forrita og sjá til þess að vara virkaði, sem sagt appi sem við vorum að búa til hvað var svona stæðstu áskorna fyrir þig þegar þið farið hann út? Já, ég er svolítið er að fronta svolítið tæknilegina og getur kallar það bara sem tækniþróunarstjóri CTO og þú veist, það sem kísildalurinn vill sjá og sérstaklega á þessum árum er svolítið að þú veist, það sé ykkur founder sem er öflugur, þú veist, það er svona mikil trú á builderunum, þeim sem er að byggja
þó þessi svolítið breytt í dag að hugbúnaður er orðin svo almennur að þú veist, það er ekki að mikil áhersla á þetta í dag en almennur er auðveldra búin til og allt slíkt, þannig að ég var svolítið að fara með Dabba í á allir þessar fundi og hitta fjárfestana pitch og eitthvað, þú veist, þá var þetta annarkvort bara Dabbi eða ég og Dabbi eða við allir og ég lærði helling á þessu og mér fannst þetta gaman, þú veist, ég ákveði að fara í Vestló út af því að það er eitthvað svona business dót líka, ég hef alltaf haft mjög mikið áhuga á business, ég er ekki bara einhver þú veist, ég fattaði og hef alltaf vitað að ég er að forrita fyrir einhvern annan, ég er ekki að forrita fyrir sjálfan mig, þetta snýst meira fólk, skilur og snýst að, þú veist, gera eitthvað fyrir heiminn og ef þú gerir eitthvað fyrir heiminn þá færðu borga fyrir það, þú veist, ef þú býr til virði, þá er eitthvað tilbúin að láta að fá pening fyrir það, akkurat þannig að ég er þarna í þessu og bara læri mjög mikið, þú veist, ég er að hjálpa við kynningar og þú veist, við erum alltaf allir í öllu, við erum allir að hjálpast á, allir að debita alla hluti, allir inn í öllum ákvörunum og allt slíkt, bara svona flatur strúktúr sem er geggjaður og þegar þú ert bara með 4 gæðum sem veist nákvæmlega hvað að koma og hvert að fara og hvernig hugsa og hvað vilja borða eftir og allt saman, þú veist, við lágum bara í einhverjum litlum íbúðum, skilur eða vorum að Eiðstorg í 8 fermetra skrifstofu, skilur 4 saman, þannig að það er svona það sem ég tók út úr þessu og mín ábyrgð var náttúrulega bara að tækni virkaði og svona svolítið segja hvað væri mögulegt af því að líka kannski til að svona hlustendur sem eru bara vanið að símanir séu í vasanum og allt virki, þú veist, á þessum tíma þá var bara, þú veist, það var ekki location þegar ég byrjaði að forrita í síma, þá var kannski ekki fengið staðsetninguna á símtækinu sérst í appum, það var ekkert eitthvað mapp sem var í boði, þú veist allt þetta dót er að koma á þessum tíma og þú veist, Apple tilkynir eitthvað og Google kemur og tilkynir það líka og við erum einhvern veginn bara byggja fyrir eitthvað sem var bara tilkynnt í gær, við erum bara, heyrðu, þetta bara breytir öllu, þetta er akkurat sem okkur vantaði og síðan föttum við að þú veist, það tekur 2 ára að rúlla þessu út í nýju símtækin og nýja hardverið og fysisku tækin sjálf og við erum bara byggja þarna fyrir og veist, við erum ekkert að gera kannski mest spennandi lausnirnar en við erum samt að nýta þessa tækni, skilur við. Þannig að ég hef alltaf þurft að vera mjög mikið að researcha bara hvað er að gerast, hvað er að koma nýtt, hvert er tæknin að fara, hvað gerist þegar hraði internetsins breytist, hvað gerist þegar hraði örgjörða breytist, hvað gerist þegar allt þetta, þú veist, batteri vera betri. Maður þarf svona að blanda þessu saman og hugsa, þú veist, hvað gerist eftir 5 ár. Og það er það sem Kísildalur er svo góður í og þú veist, þú sér til dæmis Elon Musk, hann er bara að byggja hluti sem virka ekkert í mörg ár. Af því að hann veit bara að batterín verða svona góð og það er bara, þú veist, það er bara þróun búin að vera það lengi á hvern ákveðin hátt. Það bara kostnar að hann fyrir niður. Rafbílar voru bara glötuð hugmynd í byrjun þessara aldar. Þú veist, árið 2004 eða 2005 þegar hann fyrir á stað. Og hann veit bara að hann þarf ekki að byggja batterín af því það er verið að þróa þau nú þegar. Og það sem breytir heiminum mest er þegar margar tæknibylgjur er að koma saman í eina og ná allar einhvern veginn skurðpunkti þar sem það verða gaglegar. Batteri í síma, hvenær verða þau nógu lítil, skilur við. Bara, það voru til símar, áður en að snjallsímarnir komu og veist, það var bara klumpur undir þeim og þú veist, fólk hélt á þessu, það var bara þegar batteri var ömurlegt. Og vissulega þurfti stórt loftnet sem tók mikið rafmagn og var að tala í gerfinöt sem eru miklu lengri bylgjur. En síðan bara byrjar þetta alltaf að minnka. Þú veist, Apple er ekkert endilega búið að minnka alla hluti, heldur bara örbylgjutækni búin að bætast. Rafhlöðutækni búin að bætast og allt þetta er eitthvað dót allan áður fyrir sem Apple byggði ekki sjálft, sko. Þannig að mér finnst þetta að vera stóra trendi og þetta er oft svona vannmetið hjá frumkvölum að vera ekki að horfa nú djúpt út í landsliði. Að bara fólk er kannski að bregðast við ykkur sem var tilkynnt í fyrra. Í staðan fyrir að hugsa bara, ok, eftir 3 ár, hvað tækni er ekki til í dag sem að mun vera til? Og mér finnst svo magna með allt þetta sem er í gangi í heiminum í dag. Það er svo mikið af róti og ég held að við séum á, þú veist, það er bara, við erum í iðnbyltingu núna, bara iðnbyltingu í öðru veldi. Það er svo mikið af tækni sem er að koma, sem er að breyta öllu. Peningakerfi okkar þarf að breytast, hagkerfin þurfa að breytast, hvernig við hugsum hvort annað þarf að breytast. Það er bara hvernig við byggjum hús, þetta er bara allt að fara að breytast. Allt sem við höfum byggt á síðustu 1000 ára
mun ekki virka í heiminum sem að koma út af því að bara tölvur mun alltaf geta hugsað hraðar en mannfólk. Róbótar geta alltaf byggt ódýrara en mannfólk og svo ekki við það. Og alls konar svona dót sem í gangi og rafhlöður eru betri og hraða á internetur eru betri og internet í loftinu en ekki bara, þú veist, í einhverjum turd sem að settur upp að Nova hérna og þá komið internet þannig. Þetta er bara, þetta er svo mikið sem að gerast og þetta eru svo mikið tækifæri í öllu þessu sem að bara áhugavert að fylgjast með og eru í rauninni forréttind að fá að vera í og þannig að ég sá mjög mikið af einhverju svona og bara það sem var verið að byggja í Kísildalnum er náttúrulega ótrúlegt sko. Þetta er bara þú veist, ef fólk heldur að vita hvernig heiminum virkar sko og vá hvað Ísland er í mikilli búblu sko og ég myndi segja forréttinda búblu því að þú veist, við fæðumst hér og ég get ekki valið hvar ég fæðist en ég get hins vegar valið að halda lífsgæðanum góðum á Íslandi með því að leggja mitt að mörkum. Ég get kosið að stofna fyrirtæki mitt hér, kosið að flytja ekki erlendis og allt þetta og kosið að byggja upp hérna jákvætt og gott samfélag og halda því við sem er kannski ekkert örugt og ekki hendi með margt sem í gangi hérna. En svona bara heimurinn er svo magnaður staður og bara það að heimurinn virki er svo ótrúlegt og bara tækni er svo mögnuð. Og mér finnst svona oft í þessu vera svo mikið bölsýni og fólk er að tala að allt sé að fara til fjandans og ég tek þátt í þeirra umræða því ég reyna að finna tækifæri í því, hvað er það að gera. En til dæmis bara eitthvað svona mjög, mjög lítið, bara pröfið að fara á gatnamót, til dæmis á Miklubraut og horfa á hvað er í gangi. Þú ert með bara 1000 manna sem allir fylgja sömu reglum. Bara hversu fallegt er það? Það er bara fullt að tækna þarna, það er mannleg hegðun og allt þetta og þú veist, þú getur fundið svo mikla trú á samfélaginu með að fylgjast með hvernig fólk haga sér og haga sér í hópum og það er alltaf kosið að horfa á einhverja árás sem að gerist þarna og eitthvað slíkt en það er bara fáránlegt að samfélagi virki eins og það virkar. Það er bara ótrúlegt og það er bara geggjað. Það er bara hvað viðhorf þú velur að horfa á þetta sko, jákvætt eða neikvætt. Algjörlega. En ef við förum aftur að því árum við förum og förum kannski aðeins setna í rafmyndunar í þættunum og svona framtíða pælingar ýmislegt. Þegar þið eru þannig í Kísildalnum, hvað eru þið mörg ár? Já, við förum svona svolítið fram og tilbaka, erum að taka þessi vísarönn eins og það er kallað og vorum ekki með svona... Sérstætt vísirönn bara fyrir þá sem hlust þegar þið er að pitcha til fjárfesta. Nei, sérst vísarönn. Vísarönn. Já, sérst þegar við erum í rauninni að fara bara á hámarka landvistarleyfið okkar og við erum í rauninni bara að fara á þessu esta-leyfi. Við erum aldrei með grænt kort eða hitt og þetta og allt þetta dót kostar og mikið fyrir ykkur startup. Reynduð að fá það á sínum tíma eða? Töldum okkur ekkert þurfa það sko. Af því að maður er svolítið bara segist vera þarna en bóka síðan bara fundi 1 mánuð fram í tíman og þjappar öllum saman og síðan bara tekur maður rönnið sko. Og það er svolítið það sem fólk er búið að vera að gera sem að því við erum basically hinum inn á hnettinum sko. Þetta er eitt versta timezone sem ég hef upplifað að vera í af því að bara það virkar allt svo skringilega að vera vestanmegin við Ísland sko. En já, þetta er bara við erum þarna að skoða allt þetta og bara margt sem er í gangi og bara við búum á nokkrum mismunandi stöðum, búum upp í borg sem var lífsreynsla og erfitt fyrir Norðurlanda hjartað í manni að upplifa af því að fólk kannski fer til San Francisco og allan að mín upplifun er svo að sko, fólk fer til San Francisco og fer á svo flottu staði og það er geggjað, mikið saga mikill suðupottur menningar allur svona Asíu heimurinn kemur svolítið til Bandaríkjanna í gegnum vesturströnd Bandaríkjanna af því að austur og vestur mætast þarna af því að við búum á hringla jörðu og mikið af svona innflytjendum Kína og Japan og eitthvað byggja svolítið upp borgina og það er svona mikið fusion í gangi. Það sem er hins vegar ömurlegt þarna er að þegar þú ert í rauninni inn í borginni á daginn þegar fólk er í vinnunni, venjulegt fólk fyrir vinnu bara frá 9 til 5 eða 8 til 4 eða hvað sem það er eða 8 til 6 eins og gerir kannski meira þarna fólk vinnur mjög mikið þá er þetta bara eins og verið einhverju zombie apocalypse þetta fyrir utan, allan eins og þegar við vorum þarna það er bara fólk á eitulifum að standa í dyragettinni í búðinni sem getur ekki hreyft sig af því að það er búið að taka svo mörg eitulif
og það var bara að hringja á lögregluna til að fjarlæga fólki og bara allir inn í búðinu þurfa að bíða á meðan. Eða ég var, ég veit ekki hvort þetta séu skemmtilega sögur einu sinni að hlusta á, sko, en einu sinni var ég að fara á viðburð hjá Blizzard sem var á þessum tíma stærsti leikjaframleiðandi í heiminum. Byggði World of Warcraft og fullt af risastóru leikjum og Dota og ýmislegt. Og ég var bara að fara þarna á einhvern forritaraviðburð og þegar ég á svona 15 eða 30 metra í hurðina þá strætóskýli og það bara í því stendur maður með gyrt niður sig sem bara frussu kúka fyrir framan skrifstofu, bara höfuðstöðar, eina stærstu skrifstofu Blizzard og bara, þú veist, kontrastin svo mikil. Þetta náttúrulega bara eitulega vandi og vesen sem þarna. Þannig að það sem var gaman í San Francisco var geggjað. Var þetta ekki ákveðið sjokk svona á sínu tíma að upplifa þetta? Þetta bara, ég aldrei sé annað eins. Komandi frá Íslandi? Já, maður sér ekki þetta í bíómyndum. Þú sérð alveg skotárásir og ofbeldi og eitthvað í bíómyndum, en þú sérð ekki svona. Og síðan bara förum við á Mikkeler stað þarna og 5 dögum seinna eitthvað drepinn fyrir utan staðinn. Og maður bara eitthvað, þetta hefði getið verið ég, sko. Kannski voru þetta einhverjir að rífast og eitulega menn eða eitthvað, en bara maður bara eitthvað, bara vá, heimurinn líka grimmur, sko. Þú veist, heimurinn ekki í Norðurlöndin, sko. Þetta annar raunveruleiki. Annar raunveruleiki og lífsins harka miklu meiri þarna. En, þú veist, það sem gott þarna geggjað og ástæðan fyrir að fólk þarna þú veist, veðurfarið geggjað, fyrir utan á sumrin það var svo mikið þoka þarna. Maturinn þarna geggjaður, þú veist, magna fyrirtæki, magna af hugsandi fólki, þú veist, fólk sogast þarna sem að reyna að ná árangri. Þannig að það bara, þú veist, 750.000 manns í þessari borg, eða hvað það nú sem bara í dag allir ná árangri. Og ég hérna til að ná árangri og ég að brenna peningum og þú veist, það allir bara, þetta þú veist, eitt að vera í svona hustle mentality og það bara, þú veist, fólk reyna að ná áfram og bara koncept sem frika þekkt. En San Francisco mentality eitthvað annað. Mér finnst aðeins meiri fegur í því að þannig fólk bara að fórna sér. Þú veist, maður var hitta gæja sem bara leigðu 3-4 fermetra skrifstofu bara nánast skáp og bara settu logoið sitt bara í einhverju byggingu sem var með fræg og nett og eitthvað og bara á daginn forrituðir og nóttunni sváður undir skrifborðinu og bara fólk í þessu skilur og síðan bara komið $100 million fyrirtæki og maður hittir fólki og maður bara eitthvað hvernig fórstu að þessu og þú veist, þetta náttúrulega bara þú veist, þetta geggjað og þetta einmitt bara, hann ertu með hvata skýra hvata, þannig ríkið ekkert að vasast í þessu. Þetta bara fólk að gera hluti og einkafjármagn að gera hluti, bara frjálsmarkaður, hugmynda og fjármagns sem að býr til þess að hvata, sem sogar fólk hérna til sín og að því allir þarna, þá auðvitað að fá starfsfólk sem best í heiminum. Það ekki ódýrt, en þú veist, það allir í sama leik. Þetta bara eins og við myndum breyta Vestmannaeyjum í startup hub, skilur, og það væri bara allir sem hittir í Vestmannaeyjum bara að gera það sama, skilur. Það það mjög mikið fegur út frá svona nálgunna byggja hluti og gera eitthvað, en það líka alveg mjög svona vont líffræðilega og svona út frá mannsins þörfum, þú veist, til dæmis ömurlegt að vera kona, þú veist, þetta 70% kallmenn sem þarna. Það bara erfitt að finna borg í heiminu sem svona mikið kynja skjúð, sem sagt. Þannig að allt svona dating life og skemmtanalíf og eitthvað mjög þrotað. Líka mikið svona samkynhneigða hub, þú veist, gay pride og fullt búið að vera risastórt þarna, þannig að það svona undirtónn í allri borginni, sumi fíla það ekki, skilur sumi menningar heimar geta ekkert verið nálægt í og eitthvað svona, þannig að þú alveg með, þetta geggjað en á sama tíma mjög erfitt og það sem ég fannst geggjað að forrita hana, mér alltaf fundist veturnir vera skemmtilegri, af því að það var bara auðvitað að vera í tölvunni og það Ertu að tala um það heima? Hérna á Íslandi, já, það svo dimmt úti. Já, og bara Ísland gefur ekki ástæðu til að fara út og í rauninni enginn reyna að draga þau út. Þannig að þú getur bara verið inni, sko. Já, þú getur bara verið í tölvunni að gera eitthvað og byggja eitthvað og þú veist, það bara viðurkennt. Og svona, ég hafði miklar ágjör af þessu þegar ég fór til San Francisco fyrst að ég gæti ekki forrita þegar það væri bara geggjur sól og eitthvað. Allt og heitt. Síðan bara, það alltaf sama veðrið. Það kannski 19 gráður eða 22. Það kannski munurinn hann að, þú veist, einhverja vikur og síðan fer það í 21 upp í 25 skilur og þetta bara svona
og það voru stundum dagar sem ég fór ekki út úr húsi, bara nokkra dagir röð. Við vorum að hardcore forrita svo mikið að það bara við fórum ekki út úr húsi. Skilur, við sem vorum að forrita, ég og Danni, og vísir náttúrulega Hanna með okkur. Dabbi voru fullu oft og eitthvað, þetta var bara, maður bara að berjast þarna, á einhverjum yfirdrætti, tókum allir einhver lán fyrir þessari vegferð og erum bara að leigja einhver hús sem að kosta, 1,3 milljónir á mánuði á þessum tíma, sko. Það eru 2 milljónir í dag, eða 2, eitthvað, að þið bara, það er allir að gera það sama og eftirspurnin er svo mikil. Keyrir öll verðin upp og, gerir það bara verkum að það er mjög dýrt að vera þarna. Það er ágætis upphæð. Það er bara, risu upphæð, en á móti kemur, við gátum farið labbaði í búðina og keypti okkur steik og aspas og grilla kartöflur fyrir 600 krónur á mann, fattarðu? Og það er líka, það var allt ótrúlega ódýrt þarna á þessum tíma, það er mikið pressi en þá reyndar. Þannig að þið voru basically bara að forrita bara 24/7 alla sólarhringi. Hvað voru þið lengi að vinna í þessu verkefni eða vinna þessu appi og reyna að koma því inn á markaðin? Já, við byrjum á blendinu og ég er hætti í Green-Cloud til að elda það. Og við byggjum það 2013, gefið út, minnum við 2014, svona að fullu alveg og bara, erum að hösla það í einhverja mánuði og það bara kemur ljós að notkunin er ekki nógu góð og það er alls konar fræði sem segja fólk til að nota vöruna daglega til að byggist einhver svona habit og alls konar þannig. Þannig að við í rauninni bara förum í pivot og förum að forrita aðra hluti og við tekur nokkrar lausnir sem við forritum og erum bara svolítið að reyna að berjast og koma einhverju áfram og söfnum einhverjum peningarna frá englum og síðan frá vísisjóðum heima og bara, þannig að það er svolítið bara barátta og erum að gera ýmislegt, bara allt sem okkur dettur í hug, bara svolítið að henda skítnum í vegginn og vona eitthvað þotni á veggnum, sko. Já, bara sjá hvað virkar. Í grunninn, sko, því við vorum alveg öflugir og við, vissum mjög mikið umfram aðra á þessum tíma. Við vissum mjög mikið símtækin, við vissum mjög mikið tækni og við vorum með tengingar út í San Francisco og við vorum öflugt heimi. Og hvernig var svona færni þín sem forritari komandi frá Íslandi? Bara sturluð. Ég var bara ógeðslega góð forritari og kannski, í dag er ég náttúrulega aðeins meira ryðgaður og allt þetta eigadót er náttúrulega bara... Það er að taka við. Já, það er svolítið að taka við og ég er rauninni, ég veit ekki hvort að eftir 3 ár verði forritara starfi svona algengt, auðvitað út af eiga þarf að byggja meira, það kemur til móts en bara, þú skilur ekki eða hlustendur geta ekki skilið hversu mikil tími af mínu lífi við farið að leysa einhver fáránlega lélega vandamál sem Apple vissi ekki hvernig átt að leysa, það var ekki búið að dokumenta, enginn á internetinu hafði talað og engin tól voru til og ekkert eiga og það er ekkert að spyrja neitt, basically. Það er eitthvað push notification kom ekki og það er bara eitthvað að maður þarf að fara að kljúfa atomi til að leysa og bara mest af tímanum fór í það. Og ég hef alltaf, ég var ekki bestur í því að vera með einhvern algoritma, ég vissi ekki hvað var endilega besti algoritmin á top of my head til að gera þetta. En ég gæti alltaf fara og fletti upp sem ég vissi ekki og ég gæti tengt svo mikið saman. Ég var svo góður, ég var með svo mikla breidd, ég gæti búið til vefsur, ég gæti búið til upp, ég var geggjaður baketaforritir og það var svona það sem var mín helsta iðja, í þessu, að byggja, grunninn og gagnagrunnana og hvernig það allt virkaði og passa svona vélinn svolítið keyrði á meðan fronturinn var eitthvað sem einhver annar var að gera oftast. Ég gerði þetta allt samt. Ég gæti verið í öllu. Þannig að ég, get skrifa 7-8 forritunumál bara sem ég þurft að tilengja mér, bara þessi plattform styður bara þetta og þá bara þarf maður að læra það. Þetta er allt mjög svipað en svona, Objective-C sem var forritunarmáli í iPhone, það er mjög frumstætt og þú ert bara að tala við einhver minnishólf og sleppa þeim og eitthvað og meni segir bara YOLO og vonar að virki, því að þú ert bara eitt komandi svo 1000 línur í Objective-C nánast, þetta er mikið breið. Þetta er leiðri fyrir ofan. Já, þannig að mín færni var mjög breið og ég hafði svo mikið skilning á svo mörgu. Ég var ekkert endilega bestur í akkúrat þessu. Nei. En ég,
þú veist, minn styrkur fólst í því að bara geta gert allt og ég hef svona tilengvað með það og ég held í raun að eftir því sem við fyrir dýpra inn í þetta AI og allt þetta, þú veist, það sé mikil styrkleiki svona human ingenuity eða svona innsæi mannsins byggir svo mikið á að sjá og læra fullt af mismunandi hlutum og byrja síðan að fá hugmynd sem að þú getur byggt ofan á því. Tölvur ekki góður í því. Tölvur góður í einhverju, hvað þetta, hvert það að fara, já eða nei, allt þetta. Bara. Og þú veist, vissulega þetta deep research sturlað sem frá OpenAI og allt þetta, en bara, sko, heilin svo, þú veist, við erum svo marga áratugi frá því að vera nálægt í að leysa hvernig heilin virkar og setja á tölvuform. Það verður að tala um Artificial Intelligence, General AGI og eitthvað. Veist, þetta ekki að fara að gerast. Allavega ekki í næstu áratugina. Bara ekki að fara að gerast. Veist, við erum að nota alltaf aðferðafræði og eitthvað slíkt. Þannig að ég hef alltaf verið á breytin og trúi mjög mikið á það. Og ég hef svolítið bara einmitt, farið eitthvað áfram, lært eitthvað, gert eitthvað og síðan þegar ég lendi á vegg, þú veist, og einmitt, þetta app virkar ekki, þá fer ég eitthvað annað og þá þarf það að nota annað forritunarmál, þá þarf ég að læra það og vegferðin mín búin að vera svolítið svona, þú veist, ég þurfti síðan að læra um rafmyntir og ég þurfti að læra um tækni á bak við þær og ég þurfti að læra að treyta og ég þurfti að læra asset management og risk management og pizza, þú veist, ég svo breiður sem mjög tvíeggjað sverð að þegar stundum ég bara, sit bara og hugsa bara, hvað á ég að vera að gera? Ég basically get gert allt og það sem ég get ekki gert, veit ég get lært eða fengi ég eitthvað með mig til að hjálpa mér að læra. Veist, þetta bara svona, þannig að, þú veist, áður fyrr, þá var maður svolítið bara, það var minna noise í heiminum og ég kunni minna og þá gat maður svolítið bara hlaupið. Bara fókusa. En í dag einhvern veginn það aðeins erfiðast. Það aðeins meira upplýsingar og meira í gangi. Þetta bara endalaust og maður þarf að slökkva þessu. Ég ekki búin að hafa Facebook-app á símanum mínum í svona 7 ár. Ég nota ekki Instagram. Þú veist, ég fer einu sinni í mánuði inn á Instagram eða 2 mánuða fresti. Einu sinni í mánuði? Okay. Eða svona 2 mánuða fresti. Bara til að skoða það sem verið að senda mér. Og þú veist, 60% af því eitthvað this story is not available, skilur að því ég bara, þetta var sendt fyrir 6 vikum, skilur. Og bara allt þetta noise, þú veist, ég bara búin að taka þetta allt út. Og ég hef verið þannig mjög lengi. Að því að bara ég kynnist fólki þarna í þessum San Francisco ævintýrum og tala margt fólk sem bara eitthvað, herru, þetta allt svo toxic. Þú veist, bara heyri hvað fólk að gera baka tjöldin, heyri hvað aðferðafræði fólk að nota, fyrirtæki að nota til þess að láta okkur nota þetta. Það þeirra hvati að, þú veist, þeirra laust sér notuð til að selja okkur auglýsingar og allt þetta, að sína okkur auglýsingar. Og þú veist, ég hef hitt fjárfesta sem að fjárfesti 90 leikjafyrirtækjum sem banna börnunum sína að spila 12-leiki, sko. Þú veist, ég hef hitt fólk sem vinnur hjá samfélagsmiðlum sem bannar öllum og makanum sem að nota samfélagsmiðla. Bara svona silently baka tjöldin. Þetta bara, þú veist, þetta öflugt stöf og þetta mjög öflugt og auðvitað þarf löggjafinn að stíga inn í þannig, skilur, og hemja svona. Þetta bara eins og, þú veist, þú mátt ekki setja bara endalaust sykur í allt. Þá bara mátt ekki kalla vöruna en að heilsusamlega. Þetta bara eins og með þetta, þú getur ekkert bara verið með samfélagsmiðil sem að gera alla þessa hluti og kalla hann fer. Þetta bara við eigum ekki sens í þetta. Apaheilin okkar á ekki sens. Já, sérstaklega eins og TikTok núna. Já, bara allt þetta dót, sko, þú veist, bara ef ég myndi rigga upp einhver appi, þú veist, bara einn mín sliðis, ég get gert það mjög ávanabindandi og allir að gera, ég ekki að segja ég sé vondur maður að, þú veist, hugsa svona, það geta allir gert það, þegar bara algoritmarnir og svona það sem í boði sem við getum bara installað inn í hugbúnaðinn bara orðið svo öflugt. Þetta bara rugglað. Þess að fljóta að lesa, sko, notenda hefðuna. Algjörlega, og bara að vita svona hvað þú vilt, skilur, bara þú ert svona og mappa þína svona típu út og allt þetta, þannig að já, ég verið mjög breiður og mér finnst það mjög gaman, mér finnst gaman að læra nýja hluti og það hefur alltaf verið minn styrkleiki að svona vera tilbúin að, þú veist, ég læri eitthvað og ég mjög ákveðin að það sé rétt. Þangað til mér sýnt eitthvað sem betra eða, þú veist, réttar upplýsingar eða upplýsingar sem komu akkurat sem eru mótrugg og þá bara hoppa ég yfir hinn vagnin. Þú veist, ég bara einn helsti styrkleiki einstakling í dag eða bara alltaf að geta skipt skoðun. Aðalast. Og bara ég verða að minna mig á það eftir sem ég verð eldri, að þegar maður verður meira konservatífur með árunum og kannski mjög langt í að hjá okkur en maður þarf bara að minna sig á það að sko að geta skipt skoðun þegar eitthvað að challenge sig
og að segja leiðilega hluti við þig og ósangjarna hluti, kannski persónulega og allt þetta, þú þarft bara að geta skipt skoðun og þarft að geta hlusta og ég hef bara lært hluti og vita að ég séu nokkurn veginn réttir og researcha, skoða gögn, finnst gaman skoða tölur, lesa bækur, allt þetta og síðan ég tilbúin að bara skipta á staðnum og með þessar aðferð hef ég bara lært allt sem ég hef lært og komið mér þangað sem ég í dag. Já, einmitt. Þú ert svo fljótur ná líka fá upplýsingar eða tilbúin að hlusta á skoðun annar líka sko. Þú hefur ekkert að tapa sko. Það bara í alvörinni, nú eru margir að sjá alltaf 37 myndbönd á Instagram sem að segja að þau gera svona hinsegin og það er svona komin bylgja, fólki að fara að lesa aftur bækur og svona fá heildstæða hugmyndafræði á bakvið eitthvað í gegnum bók eða langt podcast, 3 tíma podcast sem fara á dýptina eða eitthvað og sko upplýsingarna sem þú færð af því að hlusta á mannesku breyta skoðun. Ef þú veist einhverja mannesku eins og til dæmis bara dæmi, bara Mark Zuckerberg hann er einn aðal stuðningsmaður demokrata og ég veit þetta er pólitískt og kannski vill ekki hafa þetta í þættinum en þetta er einn aðal stuðningsmaður demokrata öll árin þangað til fyrir síðustu kosningar 2016 þá grætur hann á kosningakvöldinu þegar að Trump vinnur hann er búin að taka algjöru uppbyggju og ég er búin að vera að fylgjast með þessum manni gera það og hann er með ykkur upplýsingar, hann er ekki vitlaus maður, hann var með aðrar upplýsingar sem hann er búin að breyta og að sjá þetta og geta hugsað bara, ok, hvað er hann að læra sem mér er að yfirsjást, skilur og þú veist að geta hort á annað fólk breytum skoðun er mjög verðmætt og samfélagi kannski ekki búið gott í því að hvetja til þess á seinni árum. Þannig að það er mjög verðmætt að geta skipst skoðunum og lært, bara þú færð mest út úr kannski ekki konflikti en svona þegar ykkur eru íti í þig. Já, að vera opinn fyrir því. Já, bara algjörlega. Já, mjög góða punktur. En hvað svona eftir þess að blendin vegferðan í Kísildalum og þið ákveða að fara allir í eitthvað sikkóla leið, kemur heim, hvað er það sem að tekur við þá hjá þér? Já, þetta er rauninni, þú veist, svona í lok, seinni part 2017 að þá erum við bara fulla að reyna að fundraisa og við erum eitthvað nokkra milljónir á mánuði tekjur í lausnin okkar og erum að reyna bara fá pening, nokkra $1 million til að fara með þessa lausn erlendis. Við vorum bara fastir með hann á Íslandi. Við vorum ekki að ná að flytja lausnina erlendis að þetta var fátækargildra sem við vorum í. Við áttum ekki pening til að fjárfesta í því að fara út til þess að ná í fleiri viðskiptavinni. Og eitthvað getur sagt, ok, þá var hann bara ekki nógu góð. Og það er bara líklega rétt, skilurðu? Það er hluti af þessu. En við vorum bara, okkur vantaði svona 300-400 milljónir til að bara keyra á þetta. Og við erum að fundraisa og fáum nokkuð commitment minni mig, einhverju til að taka þátt, en bara náðum ekki að reisa upphæðinu sem okkur vantaði. Og þá var þetta bara svona, ok, hvað ætlum við að gera? Skilurðu? Þú veist, við erum búin að vera bara, ég var launalaus í 2-3 ár, bara 0 krónur. Þú veist, ég var frumkvöld með 0 krónur. Ekki og bara, þú veist, þarna var ég fluttur út og var að leigja og bara, ég var með 0 krónur. Ég var ekki neitt annar vinnu. Ég var bara hardcore, bara, ég er að gera þetta. Ég er bara all in á sama tíma og maður er að gera þetta, þú veist, þá er í lok 2017 og það verður bara augljóst að þetta er ekki farin eitt áfram og við hugsum bara, ok, ætlum við að finna eitthvað eitt í viðbót eða hvað viljum við gera hérna og við komumst bara þeirri niðurstöðu að, þú veist, við erum búin að reyna ansi mikið í svona svipuðum vertikal svona svipuðu sviði mjög lengi í nokkur ár, þú veist, ekki mjög lengi en nokkur ár og þú veist, erum að dansa á línunni að vera að búa til eitthvað TikTok dæmi, skilur við erum í ykkur svona hvernig miðlun myndbanda og mynda milli einstaklinga annars verið í hópum og inn á vinnustöðum og eitthvað, þú veist, það er tækni sem við erum að gera og einhverja filtera og allt þetta, þú veist, grúpur og Snapchat og alls konar sniðut sem að tekur sér bara yfir heiminn nokkrum mánuðum seinna, þannig að kannski hefði geta haldið áfram. Þið voru aðeins og snemma. Mögulega, þú veist, kannski gáðist þið upp og snemma, en bara þetta eru spilin sem okkur var gefið og síðan bara þarna í byrjun árs 2018 þá bara ákveða leiðiskilji og Davíð Vísir halda áfram í þessu félagi og nýta tekjurnar og svona fari að binda ofan af félaginu, þú veist, tæknin keiriði bara að virka og ég átti taks og allt það, en við fórum í rauninu bara sikkur leiðir og fórum að gera mismunandi hluti. Og
á þessum tíma þá það er haldinn sem sagt viðburður á Hlemmur Square hótelinu sem að var þetta að fá bjóran í lobbyinu og eitthvað og það er bara risa rafmynta viðburður sem er haldinn þarna í byrjun 2018 byrjun 2018, janúar og febrúar og ég er með skrifstofu á Klapparstignum og ég ákveða að labba þarna yfir og þegar ég mæti þá eru 2 lögreglubílar fyrir utan með blá ljós á og ég er bara eitthvað, þú veist, fullt af vinum mínum búin að vera í, þú veist, eiga ykkur rafmyntir og þú veist, ég keypti mér fyrstu rafmynd 2013 og þannig ég er bara eitthvað á ég að fara þarna inn, þú veist, ég er bara að vera að handtaka fólk sem á rafmyntir, þú veist, það var í alvöruna sem ég hugsaði og ég er svona eitthvað gægist inn og þú veist, sé eitt kom út og ég bara, hvað er að gerast? Og hann bara, ég veit ekki, ég lapp inn þá er löggan ekki inni, þá er eitthvað skilt að fjúka fyrir utan það var eitthvað mikill vindur okkar en bara típist að þegar þú veist ég er að fara eitthvað rafmynta viðburð allir búin að vera svona internetinu og ekkert að láta vita hver á hvað og eitthvað svona að það var bara löggan mætt á viðburðin þannig að það var mjög komist en þarna kynnist ég nokkur aðilum sem að halda þarna á auraráðs verkefninu sem að við í rauninni tökum svo saman og breytum í rafmyntaráð ég verð framkvæmdastjóri félagsins managing director eins og það heitir á ensku og bara rek það félag sem einhvers konar félagsamtök sem að stuðla að fólk geti hist og rætt þessi mál sem hafi ekki verið mikið gert á Íslandi þarna var ég var búin að halda 60 forritunarviðburði af því þegar ég byrja að vinna á Green Cloud þá þekkti ég engan í atvinnulífinu ekki neitt, ekki eina mannesku í grunninn, fjölskylda minn er ekkert eitthvað business fólk og pabbi verkfræðingur og mamma kennari þú veist, og enginn einhvern veginn í kringum í einhverju mega business þannig að ég er rauninni bara hjá Green Cloud byrja að halda fullt af viðburðum og ekkert hjá Green Cloud en bara, þú veist, í alls konar fyrirtækjum og eitthvað og við erum bara farin að halda 200-300 manna viðburði bara hjá Plain og Nilla þegar það var allt svaka fjör og þú veist, heldum 2 risa ráðstefnur í Hörpu þá er að kynna bara Webpack 4 og React 16 og bara tækni sem að bara breytti leiknum, þú veist, í forritunarheiminum að einhverju leyti, sko. Og ég var búin að halda fullt af viðburð, mann, þetta var mjög náttúrulegt fyrir mig að, þú veist, fara í þetta og mér fannst þetta að vera spennandi. Að þetta var svona, þarna var ég ekki að fara að vera forritari, heldur var ég að fara, þú veist, vera meira í einhverju ádrítsi og pælingum og tala og eitthvað sem mér leið mjög vel út af þessum viðburðum. Þú veist, ég hef búin að vera að tala og kynna öllum sem viðburðum og þú veist skil ekki alveg hvernig það æxlaðist af því að það er kannski ekki það sem að... Það er ekki en hefðbundni forritari, sko. Nákvæmlega, það er ekki kannski akkurat það, sko, en ég þurfti bara að reyna að hitta eitthvað fólk í grunninn. Þannig að neyðin kendi mig það að halda einhverja viðburði og með ásamt góðu fólki og já, ég fæ þetta svolítið í fangið og móta þetta með hópi manna sem að setur þetta á laggirnar og í raun endurvekja auraráð til formerkjum rafmyntarás og á þessum tíma þá var bara verðið á byggjum var 3.000 þegar rafmyntaráð fer í gangi það kannski 8.000 eða eitthvað og bara seinna á árinu fer niður í $3.000 það er aðeins búið að hækka síðan þá algjörlega og ég fer bara á fullt, ég byggja bara samtöku iðnaðarins fyrir rafmyntir í grunninn, sko. Og ég var bara one man army á samt einhverju fólki sem að var í rauninni bara í þessu af hugsjón og áhugamennsku og náttúrulega takmarkað tími sem fólk hefur og allt það og þú veist, við vorum að berjast við svo stóra vindmyllur að ég náði ekki svona upp í spaðana, sko. Þú veist, það voru bara að koma reglupakkar frá Evrópu og FATF sem er alheimslögga og hópur sem fjallar peningaþvætti sem bara stýri hvernig þjóðríki virka sem er nú ekki kannski endir eftir stjórnarskrá allra ríkja en setur okkur á gráa listan og neyðir okkur til að breyta lögum þannig að þú veist, voru við að breyta lögum að því við vildu það eða voru við neitt í það með byssu við hausinn á okkur, skilur við. Alls konar svona hópar sem eru bara dælin einhverjum neikvæðan lögum. Á þessum tíma, þú veist, það voru gjaldeyrishöft frá öll þessi ár og þegar ég er úti þá þú veist þá brjóta gjaldeyrishöft til að stofna fyrirtæki okkur í Bandaríkjunum sem dæmi. Fáránlegt konsept og
og í rauninni, þú veist, á þessum tíma það bara eitthvað, voru að gjaldeyrishöft og enginn mátti fjárfesta erlendis í fullta árum til 2016 og lífeyrissjóð til 2017, þannig að bara 1-2 ári seinna ég að starta rafmyntarráði og þú veist, umræðan á Íslandi var búin að vera bara að þetta væri ömurlegt, þetta væri bara spákaupmennska og á þessum árum þá var mikið búið að vera að tala með mitt bara námvinnslan væri í rafmagnssóun að þetta væri bara eiturlyfjamenn og þú veist, allt vond á internetinu tengdist þessu og þetta væri bara í alvörni bara rafgeima sýra og Charlie Munger sem að fjall nú frá fyrra minni mig að hitti fyrra sem var viðskiptafélagi Warren Buffett, hann sagði að þetta væri rat poison squared, rottu eitur í öðru veldi veist, það sem þetta geggjöð frasi, hann orðheppinn maður og já, þú veist, ég fyrir bara... Þú ert væntanlega ekki sammála því? Ég ekki sammála því, en ég skil alveg hvað hann að koma, þú veist, menn eiga bara að halda sig í sínu og ekki í rauninni... Sem að þekkja. Já, sem að þekkja og eiga ekki að í rauninni hafa skoðanir á öðrum hlutum nema að snerti á eitthvað persónulega, eins og þarna, þú veist, hann ekki með eina hagsmun á því að segja þetta. Nei. Og hann ekki búin að lesa þetta, þá í grunninn óheðalegt að segja þetta, að þeir ekki búin að kynna sér þetta. Já. Ég get samtalið fór að tala alls konar mál sem snerta mig eða leikskóla göngu dóttur minnar eða eitthvað og ég get alveg verið meðal sérfræðinga sem eru að mótmála því sem ég að segja. Það allt í lagi, það allt öðruvísi. En já, ég bara fyrir þetta og reyni að ýta þessu áfram og held ásamt fleira fólki þó þess að ég sé að leiða þetta höldum fullt af viðburðum, fáum mörg hundru manns á suma viðburði og bara keyrum þetta svolítið í gang og það mikið stemming á 2018 og þetta hafði ekkert verið áður og Bitcoin svolítið nýtt og í lok 2017, þú veist, þá var Bitcoin upp í $90,500 byrjaði árið, þú veist, í 1000 eða eitthvað og fyrir sinni 3000 og síðan upp og svona mikil spákaupmennska sem tengist þessu. Það sem ég sá alltaf í þessu var það og það sem kveikir áhuga minn á þessu bara, þú veist, þegar ég var til dæmis í menntaskóla, þá tók ég þátt í einhverjum tölvuleikjamótum og þá voru að gefa Bitcoin erlendis sem dæmi. Þá byrjaði ég að sjá þetta. Þú veist, mestu nördavinir mínir voru að spá í þessu og voru að tala að þetta væri eitthvað svona frjáls internetpenningur og allt það. Mikið svona nördismi tengt þessu. Já. Og síðan í rauninni, þú veist, ég á ráðstefnu erlendis, forritunarráðstefnu, bara tengt mínu og fer á fyrirlestur sem heitir bara eitthvað hvernig á að senda pening frítt á internetinu. Já. Og ég fer á þennan fyrirlestur og hann bara talar um Bitcoin allan tíman og segir bara, þú getur sendt pening og hver er pening í salnum, ok, þú sendir pening, hann komin og ég bara, hvað að gerast þarna? Búin að forrita móti einhverju valitúr og borgun og einhverju dóti allan tíman og þú veist, borga 30.000 fyrir það og 20.000 á mánuði eða 10.000 á mánuði. Kostar helling að vera að færa pening á milli. Já, og bara peningur ekki þinn og hann birtist þegar 30-40-50 setna og þau haldur hann með gíslingu þannig til viðburðin búinn og þú veist, þetta bara eins mikið anti-frelsi og hægtir greiðslukerfi eins og það í dag og var þá. Greiðslumiðlunin. Og ég svona kem inn í þetta út frá hugmyndafræðinni að þú veist, auðvitað spákaupmennskan spennandi og allt það en mér finnst bara svona fyrir interneti þetta mjög spennandi, þú veist, ég mikið á fórumum og ég, þú veist, að taka þátt í alls konar og ég bara byrja að hamra á þessu bara að Bitcoin sé fasti í heimi sem kvikull og tilviljunarkenndur og erfiður staður fyrir marga að búa á. Já. Og það bara tengir enginn við það á Íslandi. Þú veist að einhverju tengja við það, bara á hugmyndafræðinni. Slatta fólki tengja við það spákaupmennskunni meðan það að græða peninga. Einmitt. En síðan þetta bara, þegar þú veist, það harnar á dalnum, þá bara hverfur fólk. Það samt alveg einhverju tugir að mæta. Og við erum bara íta þessu. Þú veist, ég að senda inn umsagnir á sameiningu Seðlabankans og FME. Mótmæli því harðlega, segja að þetta sé bara misbeiting á valdi og alls konar bara punktar í mörgum liðum sem að síðan alþjóða gjaldeyrisjóðurinn sendi í hitti fyrra inn að basically var sammála mér í meginatriðum og ég var eini sem var að segja þetta á þeim tíma að þú værir með eftirlitsvaldi og leyfisveitingavaldi undir sama hatti og bara allt mjög toxic upp í Seðlabanka, hvernig hann settur upp og alls konar svona mál og innleiðing á einhverjum síndafé skilgreiningum eitthvað og þú veist, ég reyndi
að gera eitthvað, auðvitað var ég ungur og ég var ekkert búin að vera lobbyisti og ég var ekkert með samtöku iðnaðarins áhrifaðan inni, þannig að ég átti mjög erfitt með að, þú veist, komast að og láta fólk skilja að þetta væri mikilvægt. Þegar fólk var bara, hvað er þetta? Hver er að nota þetta? Hvað fyrirtæki á Íslandi er byggt á þessu? Og ég var bara, engin svo þekkir að nota, þú veist, ekkert fyrirtæki á Íslandi er að gera góða hluti nema Monerium og það er semmi að gera aðra hluti og þú veist, og þetta var einhvern veginn bara, samtalið var mjög þreytt, sko, og þannig að ég var bara að berjast þarna við einhverju vindmyllur og ég 2 metrar og vindmyllan var 150 metra há, sko, og en það sem við gerðum vel var að tengja fólk saman og hvetja fólk til að hittast og þú veist, ég hitti minn viðskiptafélagi í dag, Daniel Fannar Jónsson, í gegnum svona viðburði sem að ég var að halda, hann kom sem fyrirlesari frá gagnaverinu at North sem að hét Advanced Data Centers á þeim tíma og bara við vorum að gera mjög gott starf. Síðan alltaf bara 2020 kemur COVID og það sem gekk best í starfinu okkar var að tengja fólk saman og bara halda viðburði og bara búa til svona grósku í því. Þú veist, einhverjir voru síðan ráðnir í einhver fyrirtæki út erlendis og eitthvað bara mjög flott að, þú veist, koma fólki með sömu hugmyndir alveg saman í hverju það er, undir sama hatt og bara drekka bjór eða, þú veist, tala saman í grunninn. Ég trúi mjög mikið á það, að láta fólk vera í sama rými og bara ræða málin og komast að einhverju sniðu og hakka saman. Síðan bara kemur COVID og þá er bara ólöglegt að reka rafmyntaráð af því það má ekki hitta fólk. Og ég bara, ert ekki að grínast, komið fullt af momentum, svona erfiðasti hjallinn í verðþróunum var búinn. Og bara Bitcoin ótrúlega áhugurufinning sem bara neitaði að deyja og þarna var ég bara, þú veist, ég var sjúklega djúpur í þessu og það ennþá, bara veit endalaust þetta og bara hef allan tíman verið sannfærður að þetta sé eitthvað gott. En bara þú getur ekki hitt fólk, hvað ætlar að gera? Halda webinar sem að 5 manns mæta á, þú veist, og það er allir einhverjir viniðinir, skilur, og þú getur bara hringt eða þú vildi segja þetta, skilur, og bara starfið, þú veist, verður bara leiðilegt, bara ekki orðað þannig, bara það er leiðilegt að við erum í vinnunni og enda með því að ég hætti. Árið 2020 þá, í COVID. Ég er rauninni segi upp hana minni mig í desember, frekar en, minni mig að vera desember 2020, eða í rauninni lík störfum þá. Og bara, þú veist, það var bara fullt af góðan tíma, fór okkur OECD-ráðstefnur og eitthvað, en það var kannski svona eftir á hyggja, þú veist, ekki jarðvegur sem er kannski mjög frjór fyrir mig, þú veist, þó ég lýsti á þann að mér oft fundist ég ekki, þú veist, eiga verið í einhverjum herbyggjum, af því að mér líður eins og ég hef verið í einhverjum öðrum herbyggjum, að þá var ég samt bara einn í þessu starfi, í grunninn. Allir aðrir voru bara með börnin sín og í vinnunum sínum og, þú veist, sem sátu í einhverjum stjórn og hittust einu sinni eða á 2 mánaða fresti eða eitthvað slíkt, sko. Og ég var svolítið bara einn í þessu og, þú veist, það er bara ekki gaman í grunninn. Þú veist, ég vil vinna með öðru fólki, ég vil frekar að fólk eigi með mér í einhverju og gera það saman. Verið í teimi. Já, og ég hef svolítið verið, það sem býr mér svolítið til á atvinnumarkaðnum er að vera í 5 ár með einhverjum gæjum að hakka sem voru bestu vinir mínir og eru ennþá í dag, að bara við erum að berjast saman. Og þannig vil ég reka fyrirtæki með vinum mínum og ég vil að fjölskyldunum okkar hittist og ég, þú veist, þannig er góðu business. Þú veist, ég trú ekki á eitthvað work-life balance, ég trú ekki á það. Það er bara eitt heimskasta koncept sem ég veit af því að, þú veist, vinnaðin er lífið þitt og lífið þitt er vinnaðin og, þú veist, vinnaðin býr til lífið þitt og lífið þitt býr til vinnaðina. Þetta er eins samtengt og hægt er og þú átt bara að, þú veist, reyna að tengja þetta saman eins og þú getur og gera það þannig að, þú veist, þið líði ekki eins og þú sért að fara í vinnuna og þið líði ekki eins og þú sért að fara heim til þín. Þú veist, þetta er bara bæði fjölskylda, þú veist, ég á dóttur og ég á unnustu og þú veist, ég er í einhverju rekstri með einhverjum og þú veist, ég vil bara að þetta séu allt fjölskyldunum mína, skilur við. Þannig að, þú veist, þannig hef ég reynt að operata og þú veist, mér finnst mjög erfitt þegar það er ekki þannig, skilur við, og það er svona tilfinningarlegt og kannski eitthvað ególegt líka í mér sem er bara, ég er þannig byggður, fattar við. Og þarna er ég bara einn að mixa og þú veist, í eftiráspeglinum fannst mér það ekki gaman. Það var leiðilegasti hlutin af þessu. Máttir ekki hitta neitt heldur?
og svo það náttúrulega og bara maður horfa á Trump loka flugumferð frá Evrópu og heimsmarkaðin að taka 10% niðurdaga á einu degi og bara ótrúlustu hluti sem ég hef séð og það sem sko svona þegar við erum að vinna okkur í seinni hálfleik eða í því sem ég að gera í dag og allt það að þú veist 2008 þá var ég með einhverja fermingapeninga í bönkunum, þú veist ég átti í Glitni og eitthvað sem að pabbi hjálpaði mér að græja og þú veist, það voru einhverju 100 áskallar sem væru, þú veist, 1.000.000 í dag eða 2 eða þú veist, eitthvað ef maður hefði ekki tapað öllu og ég rauninni með þeim í því bara og þú veist, bara það hverfur allt. Ég fæ einhverjum nokkrar arðgreiðslur í nokkur ár en síðan bara hverfur það allt. Og á þeim tíma skildi ég ekki neitt og ég átti engan pening. Og í hruninu voru fullt af tækifærum. Þó svo að margir minnist þess ekki endilega en það bara upp úr hruninu spratt alls konar. Fasteignamarkaðurinn fullt af tækifærum þar og ýmislegt sem var í gangi. Þannig að þá átti ég engan pening og skildi ekki neitt hvernig heimurinn virkaði. Síðan kemur COVID-krassið 2020 14. eða 15. mars þegar Trump loka landamærum var ekki 13? Já, eitthvað svolítið, 13., 14. og 15. Hvað kringu það? Það sem markaðir eru bara hakkaðir. Þeir eru bara hakkaðir og bara, þú veist, markaðir út í Bandaríkjunum voru, þú veist, í hruninu bara ekki þannig sé svona sturlaðir af því að það var bara að vera slökk á heiminum. Þú veist, allan að fólk var að mæti vinnun í hruninu, sko. Það var ekki að mæti vinnuna þegar það var að vera slökk á hagkerfinu inn í COVID, sko. Nei. Þannig að þá vissi ég fullt en ég var ekki kapitalæsur. Ég átti ekki stóra... Þú gast ekki nýtt tækifærin þá? Gat ekki nýtt tækifærin. Ég var maxari Bitcoin. Þegar þessu lokað, þá lækka Bitcoin niður í $4,000 af því að stærsta afleiðukaupullin í heiminum, sem er BitMEX, sem að ég treytaði á þeim tíma, hún varð stjórnlaus af því að það fóru svo margir á hausinn að hún var að ýta verðinu alltaf neðar og neðar og það var enginn sem gætt keypt þetta var svo mikið magn og þeir segja að kaupullin hafa krassað en það er líklega að þeir hafa slökkt á kaupullinni af því að verðið á Bitcoin hefði farið langlega niður í 0 og á þessu tíma þá var ég búin að kaupa Bitcoin fyrir allt sem ég átti og í rauninni meira. Keyptir ekki og byrjar sem sagt 2013 og svo kaupir meira 2017 kaupir fyrir alvöru upphæðir. Já, þá fer ég, þú veist, með alvöru upphæðir en búin að vera frumkvöld og þannig sé engar upphæðir. Þetta voru einhverja milljónir, skilur. Þetta var ekki 10 milljóna. Þetta voru kannski 3 milljónir eða 2 eða eitthvað. En kannski stór partur af þessum áttur á þeim tíma. Já, bara, þetta var meirinn átti að því skuldaði pening, skilur. Og hann þetta var deilt með mínustölu, sko. En já, þú veist, þarna, þegar þetta gerist, þá er ég farin að kaupa með kreditkortum af því það var eina leiðin til að koma pening inn á þessar kaupallir. Það var bara allt niðri, það lá allt niðri. Og kreditkorta þjónustan er þannig að þú veist, peningurinn birtist instant á netinu. Og maður var aldrei að fjárfesta með kreditkortum og það er bara vittleys að nota kreditkort í grunninn. En öll þessi kort, þetta er bara fárlegt þegar maður fyrir að skoða hvernig það virkar allt. En ég var þarna bara að reyna að kaupa eins mikið Bitcoin og gat fyrir allt sem ég átti. Ennþá meira, þú veist, skilur ég var bara eitthvað, ég tíni hrísgrjónum upp á götunni til að lifa, skilur og ég var bara henda peningan inn ég hafi það mikla trú á þessu en allan að þá var ég ekki vel kapitalæsur núna er 100 ára viðburður í gangi viðburður sem gerist á 100 ára fresti svona í umfangi á því sem er að gerast það að vera endur stokka upp Bretton Woods samkomulagið sem var undirbyggði Bandaríkjadal eftir seinni heimsstyrjöld og býr til velmegun í heiminum. Margir halda að vera friður og alls konar peninga sett upp í heimshagkerfinu og hvernig var þetta nýta síðan dollaran eftir 1971 þegar gullfóturinn tekin af býr til velmegun. Gíruninn í heiminum býr til meiri velmegun hraðar en við hefðum átt að fá. Það er bara staðan. Síðan er Pax America samkomali líka þarna. Það eru 3 stóri viðburðir sem eiga sér stað á síðustu öld sem byggja upp heimsmyndin okkar í dag. Það er verið að taka þessa hluti úr sambandi og það er verið að búa til bara álíka samning og setup úr þessum 3 hlutum og búa til nýjan bara 2.0 samning og setup. Þetta er risastórt
fólk gjörsamlega rangstætt og eins og bara að lesa Facebook í vikunni núna þegar þetta alltaf að gerast, tollarnir voru settir á og allt það, fólk ekki að sjá 1% af stórumyndinni og núna ég mjög vel kapitalisaður, auðvitað getur maður alltaf verið meira kapitalisaður. Ég veit ógeðslega mikið, ég innan fárlega mikið að klára fólki, ég að lesa mjög mikið klára fólki, þú veist, á Twitter og fréttabréf og alls konar, og ég að tala mjög mikið af fólki, bara vá hvað það næstu ár verða spennandi og vá hvað þau verða erfið líka fyrir heiminn og erfið fyrir fólk sem ekki að spá í þessu, en bara því líku tækifærin sem í gangi núna. Þannig að ég þú veist, búin að vera fjárfesta núna í, þú veist, síðan 2017, þá ég bara búin að vera að treyta rafmyndir og ég hef aldrei, þú veist, ég hef átt eitthvað Æslandi hérna í gegnum árin og átt í Glitni og, þú veist, maður ekkert að treyta þetta, bara borgar 1% þóknanir eða 0,5% þóknanir hérna heima og, þú veist, íslenski markaðurinn hann bara búin að vera ónýtur í nokkur ár. Það bara einu orðið til að segja það. Þú veist, fólk á markaðurinn segja það ekki, en ég get sagt það því ég hef ekki hagsmunið þarna. Og ég bara búin að vera að treyta rafmyndir á fullu og alls konar dót sem mér finnst spennandi og bara núna mjög undirbúin í það og þú veist, auðvitað hjálp bara vera með mikla rökhugsun og ég get forrita hluti og sjálfvirknivætt eitthvað tradingdót og alls konar. Ertu að gera það? Já, alveg eitthvað sko, en gæti verið að gera miklu meira og í rauninni margir hafa sagt og ég lesi oft sko að fólk sér oft eftir að hafa ekki byggt stærri teymi utan sem fyrir þegar það í trading. Þú veist, ég var að búa til 2017, þá var ég og nokkri félagar mínir, Kristján Lund og Jón Grönvold og Úlfsson og einhverju fleiri, þú veist, við vorum að búa til arbitrasbotta sem í rauninni taka verðmismunum milli kauphalla og nýta verðmismunin til að búa til hagnað. Þannig að hún kaupir og selur á sama tíma og læsir inn hagnað sem bara læsturinn. Þannig að þú veist, þú flytur einn asset á eina kauphöll og ert með pening á hinni kauphöllinni og kaupir og selur. Þetta er bara fáránlega öflugt módel og þú veist, þetta kallast viðskiptavaki í rauninni eða market maker á ensku. Við vorum bara að gera þetta 2017 og síðan bara hættu að gera þetta. Þú veist, Kristján Lund ógeðslega góður forritari, Jón ógeðslega klár í hagfræði og trading og pælingum og alls konar. Og við bara hættum þessu. Síðan verður FTX, þó svo að það enda illa, þeir bara byrjuðu svona 2019 sko. Þeir byrjuðu að gera þetta 2019. Og þetta voru margir að gera þetta, við vorum ekki fyrstir í heiminum að gera þetta, ég ekki að segja það. En bara skilur ef við hefum byggt í 2 ár, þá hefur við búin að byggja í 2 ár þegar FTX byrjar sko. Maður bara eitthvað að býtu, þú veist, þú veist, þannig að maður ofta að hugsa bara eitthvað, það allt, hvað ég verið að gera og allt komið svo langt og eitthvað og þú veist, ég ætti að vera að byggja bara teymi á sjúklega kláranfóruturum og einhverjum treyturum, kannski líka í kringum mig og vera bara að execute á það. Þú veist, inn í visku eða hvernig sem það væri, sko. Þannig að, þú veist, það eitthvað sem ég þarf að skoða og hefur verið að hugsa, skilur við. En þú sem sagt ferð og stofnar visku, það ekki 2019, 2020? Nei, 2022. 2022? Og svo eruð með MT líka, Ventures. Já, það passar. Og ég kynnist Danna 2018 og við opnum, það er svo margt sem við möttum að fara í gegn hérna, sko. En 2019 þá störtum við svona mining-verkefni on the side og förum í rauninni með mining-model sem í rauninni bara Excel-skjal, hvernig það myndi líti út, bara investment case. Þetta er bara fjárfestingaplan í Bitcoin námuðslu sem snýra því að þú setur upp tölvu til að tryggja Bitcoin-netið og stunda útreikninga á því og fyrir það borgarnetið umbun sem að þú getur síðan tekið, Bitcoin og selt og grætt á. Þannig að það fer eitthvað rafmagn í þetta og með gagnaver eða eitthvað og tekur mismuninn og það er bara hagnaðurinn. Og við setjum upp þetta case og í rauninni förum og reynum að fundraise á Íslandi, safna peningum og það er bara ekki séns. Fólk skilur ekki neitt og við erum bara að tala kínversku. Finnum erlenda fjárfesta, keyrum á þetta. Daginn sem við erum að senda pening er Bitcoin undir $4,000. Við skröpuðum 2019 botnin, þetta er bara ævintýrlegt og þú veist, eftir 10-20 ár þegar við erum búin að byggja upp stórveldi í bara viðskiptum, það var svo ógeðslega gaman að fara yfir þessa sögu bara alveg in detail, hvernig hún var, skilur við.
kannski ofsnemmt að segja, þú veist, við erum búin að gera mjög gott mót og byggja stór og flott félög, skilur, en bara svona maður ætla ekki alveg fara að gaspra öllu, skilur, áður en að þetta verður stærra, fattar við. En já, við bara skröpum botnin, kaupum búnað þegar enginn í heiminum vill kaupa búnað. Leigjum gagnaver þegar enginn í heiminum að leigja gagnaver. Og bara keyrum á þetta og bara förum inn á gjörsumum botni. Tengjum fyrstu vélina 27. júní 2019 og förum og setjum upp cirka fyrir 0,5% orkunni á Íslandi. Þannig að við erum hann að fara að kaupa orku, stórtækir því og síðan í rauninni gegnum árin þá stækkum við þennan business og förum að kaupa rúmlega 1% orkunni í landinu í þetta, okkar starfsemi og erum bara að sinna því og bara gera það mót vel og reka námubúna og það félag heitir í dag Greenblocks og við erum líka búin að vera að vinna fyrir skráð bandarist félag á Nasdaq sem hefur verið að setja upp ofurtölur, þannig að við hefum sett ofurtölur upp fyrir meira en $100 million á Íslandi og bara, já, höfum verið stórtækir í því og síðan meðfram þessu höfum við verið að fjárfesta í startupum það er svona eitthvað sem mér finnst mjög gaman sem dæmi og er náttúrulega með, þú veist, núna 12 ára reynslu í að vera í þeim, fattar við og bara fínt að koma pening í eitthvað annað líka heldur en Eru þið ekki að fjárfesta í svona pre-seed? Jú, bara englaránd og pre-seed og allt það og bara, þú veist, í rauninni við erum ekki með neina fjárfestingar nefnd eða neitt, þetta er bara okkar peningur sem bara millifærum á frumkvöla, sko og það er mjög frelsandi og gaman og við höfum alveg skoðað, þú veist, hvort við ættum að reisa eitthvað sjóðu eitthvað en það er bara lame business model fyrir okkur, sko gengur illa upp og þú veist, fólk hafa bara verið í nánast sjálfboðinu eða góðgerastarfi til að fara af stað með pre-seed sjóð, þú veist, þú getur alveg að fara á seed sjóð eins og íslensku sjóðunir eru, það er bara lágmark stærð sem kemst á stað með 4 milljarðar. En já, við höfum verið að fjárfesta í alls konar flottum félögum og bara mjög gaman af því og stofnum svo Visku 2002 sem er Viska Digital Assets sem er félag sem veitir í rauninni Íslendingum, fagfjárfestum, tækifæri á að fjárfesta í þessu rafmyntum og við erum í rauninni að keyra bara vogunarsjóð, við erum bara hedge fund sem að treytar eftir í rauninni okkar kerfi og hugmyndum rafmyntir og þá aðalega þessar stærstu og bara erum með, þú veist, 3 milljarðar stýringu og höfum núna verið í 3 ár, við höfum verið upp öll árin. Þú veist, Bitcoin er niður 65% fyrsta árið sem við erum vissulega bara hálft ár, við endum árið 11% upp. Síðan 2023, þá skiljum við líka hagnaði og í fyrra skiljum við 41% hagnaði líka. Þannig að við erum bara, þú veist, reyna að gera gott mót og bara gaman að vinna í því, að treyta þetta, þú veist, með annar manna peningum. Þú veist, það er allt unna ábyrgð. Ég hef alveg, þú veist, ég myndi alveg flokka mig sem mjög áhættu sækin, en ég er mjög svona taktískur í áhættunni. Ég er tilbúin að taka mikla áhættu þegar að mér líst vel á hlutina eða þegar mér líður eins og ég sé búin að lesa allt sem hægt er að lesa og ef það feilar, þá bara feilar það. Og þú veist, maður þarf bara að vera mjög auðmjúkur og skilja tilfinningarnar sínar og setja tilfinningarnar sínar ekki í leikinn þegar maður er að treyta. Það er bara stór hættulegt. Þá fer maður ít á vilt svona takka og selja þegar maður á að kaupa og kaupa þegar maður á að selja og maður þarf að bara vera mjög yfirvegaður og það eru nokkur ár síðan mér tókst að berja það algjörlega úr mér þegar ég er að treyta þú að sé alveg svefnlaus á nætur og allt það en það tengist ekki í einhverju sundrungi tilfinningarlífinu heldur meira bara maður þarf að fylgjast með bara maður finnur til ábyrgðar mikið í gangi þannig að þú veist að treyta eigin reikning eða treyta fyrir aðra er bara allt annar munur pluss það að þú ert náttúrulega með leyfi og eftirlitsskylda starfsemi meiri pressu og bara meiri pressu og þú veist, þú vilt finna til ábyrgðar, skilur fólk þarf að loka sjóðunum sín með að gengur illa af því að það er bara að villingin verið þannig sjóðum, skilur þannig að það er svona, þú veist, það er orðspor sem að maður er með þar og en bara hef engar áhyggjur að því bara Bitcoin er geggjuð eign og þessi geiri er mjög spennandi og verður það áfram og ég til að vera mikil tækifæri þarna þannig að fyrst þegar ég væri rafmyntarafið þá var ég að kynna hugmyndina fyrir fólki og síðan núna, þú veist eins og í Visku og líka í gegnum myntkaup sem ég er eigundum myntkaupa hlutum þar
bara komið sér í hendurnar á eins mörgum og hægt og meðan ég að gera það, þá Gylfi Magnússon og Andri Snær og allir þessir Ásgeir Brynjóls og hvað hitt allir og Ásgeir Brynjar sem að vilja aldrei mæta mann í kappræðum eða debati þetta en alltaf tilbúin að fara í fréttirnar og segja eitthvað bull en sko komið sér hendurnar á fólki af því ég veit hvert þetta að fara og mér finnst bara sorglegt ef fólk á þetta ekki, skilur og það alveg risk, þú veist, ég hef alveg satt fólki að kaupa Bitcoin og bara, þú veist, fólk bara, þetta fjármálaráðgjöf þó það sé erlend löggjöf og ágætt við hér en þá segir bara já þú veist, í einhverjum tilvikum, þú veist, ég ekki að segja það sé alltaf þannig, þú veist, ég hef verið að mæti útvarpera Bitcoinir $3,000 og bara eitthvað að fólki bara, haha velkomin Kristján, Bitcoin ekki ömulegt og bara loksins að deyja og ég bara, nepp, það ekki og þetta eru ástæðunar heimur þarf að halda, bara fólk veit ekki ennþá og allt það, en núna bara búum í þannig heimi að bara hvað örugt, skilur eignarréttur okkar örugur? Ég held ekki. Í Kanada eru eignir teknar af fólki í COVID sem eru að fara á mótmæla einhverju vörubílstjórar að loka vegum bara eignirna að teknar að þeim af því að bara fristar eignaupptaka auðkylfinga í Rússlandi og gjaldeyrisvara fór að Rússa. Við getum hata Rússland fyrir að ráðast á Úkraínu og ég mjög harður andstæðingur Rússa í því stríði. Við erum að taka miklu harðar á þessu og fara bara í alveg stríð í gegnum Úkraínu og hjálpa þeim að verja í Evrópu og allt það. En þegar Biden tekur fjastringu og slekkur á varaforða Rússlands, þá hann að grjóta grunnprinsip í vestrænum heimi sem eignarréttur. Þannig að hann ekki örugur lengur. Peningarnir okkar eru tölur í kerfum sem hægt að taka úr sambandi. Sko. Það bara þannig. Við sáum það í hrunnu. Já, og þú veist, við búum í þannig lagaumhverfi að það eru, þú veist, við erum með stjórnarskrá og við erum með lög og síðan erum við með hryðjuverkalög. Og þeim bara beitt gegn fólki og einstaklingum og peningar það löggjöf líka. Sem bara trompa fullt af lagabókstöðum sem við erum búin að setja til að verja alls konar frelsi, skilur. Þannig að það fullt af problemum í því. Það ekkert reynt á það endilega, þú veist, á mörgum stöðum. Það gerðist á Íslandi, fólk bara búið að gleyma því. Veist, það var alveg eignupptaka og alls konar rugl í hruninu sem að fólk mun aldrei fyrirgefa. Ég veit alveg fullt af fólki sem að bálreitt og bara vill ekki borga ríkinu peninga í formi skatta því það bara ríkið fór illa með þau, skilur. En þú vart með eignarrétti, nú það bara, þú veist, í Tyrklandi, Brasilíu, Argentínu, bara, þú veist, 100 milljóna manna þjóðir sem að búa mikla verðbólgu og ógnarstjórn og það pólitískar handtökur og alls og ekki bara þessi lönd, bara fullt af alvöru löndum, þú veist, ég ekki að tala bara einhver, þú veist, þriðaheims ríki, sko, sem að þurfa á þess að halda á og þú veist, með allir þessa faktora og frelsi og átt þetta sjálfur og það ekkert að prenta peninga eins og að fara að gerast núna í kjölfara á þessu tollastríð, þannig að allar þjóðir keppast við að prenta eins mikið pening og hægtir til að toga til sín pening og allt það svolítið flókið og allt það, en bara, þú veist, núna tíminn. Bitcoin að sigra og Bitcoin mun sigra meira bara mitt starf í dag og næstu árin og bara mín hugsjón þangað til í dag að við þurfum eitthvað eins og Bitcoin og það mun vera miklu starra og bara mér líður eins og Bitcoin sé $3,000 þegar ég horfa á það á $80,000 að virði, sko. Bitcoin svo misprísað, skilur við. Þannig að ég bara, mér finnst þetta ógeðslega spennandi, það ekkert gaman þegar markaðir að sveiflast og á móti og eitthvað, en ég veit hvert þetta að fara. Veist, ég að treyta eignir sem að fara upp og til hægri, skilur. Það bara allan á Bitcoin, það bara staðan. Og það mjög gefandi og spennandi og mér líður oft eins og ég sé að, þú veist, kenna fólki að kveikja eld. Það hefur verið starfið mitt frá 2018 í grunninn að bara sýna fólki eitthvað sem bara algjörlega sturlað og það heldur bara að ég sé sturlaður. Það var bara nánast fólk sagt við mig að ég sé sturlaður að spá í þessu, skilur við. Og það bara á Bitcoin í dag. Af því að það bara, þú veist, þetta eru þannig fræði og hugmyndafræði að bara, ef eigið tími í þetta, þá myndu komast að sömu niðurstöðu. Það engar aðra leiðir þegar þú kynnir þetta. Og það ekki margir hlutir í heiminu sem eru þannig. Af því það yfirleitt 2 hliðar á öllu. Þú getur verið með á móti og getur túlkað þetta svona en svo náttúrulega svo mikið úrvala alls konar rafmynd algjörlega og það sem að það kannski svolítið villandi fyrir fólki sem ekki búin að kynna sér þetta að sjá þessi pump and dump skím og allt þetta
alls konar svoleiðis sem man kannski tengist Bitcoin ekki beint. Akkurat, þetta bara alveg sem alla tækni, það alltaf svindlarar í kringum alla nýja tækni, því að tæknir heit og þú veist, fólk heyrir í fréttunum, sjá þessu nýju tækni, þá fara svindlararnir og tengja við tæknina, þykjast vera með tæknina og fólki finnst það heitt og þess vegna tilbúið millifæra pening eða þykjast vera með eitthvað skemmfyrirtæki tengt í. Þannig að það er bara eðli mannsins og það er alltaf þannig allstar og bara í fjármálamarkaði sem er regulerar alveg í botn fullt af svindli. Þú veist, Bernie Madoff siglir undir fölsku flaggi og stelur sko $20 milljarða á sama hátt og Sam Bankman-Fried gerði í FTX. Það er engin munur. Þetta eru óþokkar sem eru að búið til píramídasvindl sem að springa á endanum. Og bara, þú veist, það er bara allstar, skilur. Þetta er ekki kryptovandamál, þetta er bara eðli mannsins vandamál. Þannig að vissulega, þú getur búið til fullt af rafmyntum og allt það, en ég hef bara alltaf getur farið í útvarpsviðtöl við mig bara fyrir, þú veist, löngu síðan og ég er alltaf búin að segja sama hlutin, bara þetta eru 2 heimar, þú veist með Bitcoin annars vegar, sem er bara geymsluverðmæti og eitthvað sem er ekki hægt að taka á þér og þú getur varslað og átt og mun hækki virði að mínu svona að ég tel með allt sem ég veit og þú veist það er kannski ekki fjármálar að segja þetta en bara ég kýsa eiga það og það segir allt sem segja þarf. Síðan ertu með hinflokkin sem er allt annað sem er eitthvað svona tækniþróun og það er í rauninni bara eins og að kaupa lappum Silicon Kísildalinn og fjárfest í startupum sko. Það er svolítið svona vilda vestri bara. Já, þú veist, þetta er bara eins og með, þú veist, þetta er svo fyndið af því að bara krypto búið að vera svo mikið í deglunni. En þetta er alltaf svona í öllum geirum. Sjáðu bílafyrirtæki. Þegar bílar að reiða sér til rúms í Bandaríkjunum og auðvitað þekkjum við Ford og Chrysler og GM og allt þetta sem er til í dag. Það eru 2000 bílafyrirtæki búin til. Og það er bara, þú veist, 2017 eru 2000 rafmyntir, skilur við. Það eru 2000 bílafyrirtæki búin til í Bandaríkjunum og 3 af þeim eru til í dag. 3. Og þau fóru öll á hausinn á leiðinni, sko. Sum oftar en einu sinni af þessum 3, sko. Þannig að þú veist, þegar maður horfir á rafmyntir, þá er maður bara eitthvað, það er ekkert mikið þetta sem er búið að lifa, en það er samt eitthvað. Og fólk hugsa bara, rafmyntir eru svindl, en síðan þegar maður tekur dæmi bíla, eða flugvélar, eða eitthvað, og fyrirtæki tengt þeim, og hvernig þau voru fundraisu, og þú veist, allt þetta, þá er þetta bara nákvæmlega sami hlutur. Þetta er bara capital formation, þú veist, samkoma peninga og hugmynda og þú veist, ég er ekkert að reyna að verja það. Þú veist, fólk bara, þú veist, á ekki að fjárfesta í þessu. Ég segi bara, kaupi Bitcoin. Og þú veist, fagfjárfestar eiga að vera að spá í hinu, ef það make sense. Einhverju grunninnviðir eins og Ethereum eða Solana sem þú getur keypt skuldabréf á og greitt til dæmis vext af skuldabréfum. Þú veist, þegar íslenska ríkið gefur út skuldabréf þá eru kannski þúsundir eða tugþúsundir eða þú veist, einhver stærri lönd þá eru kannski tugþúsundir aðila sem þurfa að fá vaxtagreiðslur í hverjum einasta mánuði og sko ferlið við að greiða vext á skuldabréfum, þú veist, skuldabréf er mjög boring sko, en hvaða er flókið. Það þarf að senda greiðslu til eins aðila í hverju landi sem að sér að dreifa þeim og bara kostnaðurinn í kerfinu er bara sturlaður. Gífurlegur. Bara, núna er BlackRock og fullt aðalum að gefa þetta út á bálkakeðum og það er bara snjallsamningur og það er bara millifæri vextirnir inn í samningin og hann bara dreifir í bara nánast frítt. Sko. Bara instant og nánast frítt. Og maður er bara, þetta er laust, bara þetta breytir heiminum, skilur við. Bara þetta er ekki komið, tekur tíma, allt þetta er ekki í Ethereum, Solana, einhverja rafmyntir og í bálkakeðinu er munulegsta. Sér eftir með til dæmis stöðuleikamyntir sem eru þá sko þjóðargjaldmiðlar eða valdboðsgjaldmiðlar eins og krónan eða dollarinn eða evran á bálkkeðum. Það voru að taka í rauninni hefðbundna gjaldmiðla sem eru hægir eða fastir inn í bankakerfi, tekur tíma að færa á til eða ert með þau í vasanum og ert að senda okkur út í heimi og getur ekki sendt honum fysiska seðilinn í gegnum umslag og allt mjög erfitt og þú ert að gefa þeim tæknilega kosti rafmynta og setja þetta á bálkkeðuna sem þýðir að þú getur gert uppgjörsviðskipti í rauntíma samstundis, þú getur býtta á vörum og þjónustu, þú getur greitt þessa vexti sem við tölum á og þetta er risastórt notagildi og sko við minnir að eitt stöðleika mynta útgefandi sem heitir Tether, sem er stærsta bandaríska stöðleika myntin var 7. eða 8. ég man ekki alveg nákvæmlega stærsti kaupandi á ríkisskuldabréfum í Bandaríkjunum
þau tekur alla kaupendur og þarna eru sko þjóðríki, við erum að tala bara Þýskaland sé herra og eitthvað, þú veist, þetta er bara ruglað, þetta er bara, þú veist, umfangi á þessu, fólk algjörlega sofandi á Íslandi fyrir þessu, fullt af svona use caseum eða notagildum sem eru komin fram, en í grunninn bara fullt af rafmyntum og það einmitt bara sami andi og þegar ég var að í skóla að forrita dót sem virkaði ekki, nema bara bak við það voru engir fjármálagjörningar, nema í eðli peninganeta eða þú veist bálkakeðja eða hvað sem þú vilt kalla þetta bara það að það alltaf einhverjir fjármunir sem eru í þessu, það það sem menn eru að reyna að finna upp og breyta og ítra, þannig að þú veist auðvitað, þú veist, fullt af fólki að tapa pening og það vont, en ég meina það líka bara, þú getur ekki fjárfest í rafmyntum á þess að heyra einhvers staðar á leiðinni ábyrgarrödd sem segir að þú er bara að kaupa Bitcoin og þú veist, fólk með vald til að eða peningunum sem eins og vill, þú veist, fólk getur fara að keypt sér eitthvað ólöglegt eða áfengi og eitt öllum peningunum sínum í það eða fara í spilakassa eða eitthvað, skilur, og við bönnum það ekki og þú veist, hitt bara af sama miði, sko. Þannig að bara margt mjög spennandi og maður mikið að fylgjast með tækninu og framþróunni, hvað næst, þú veist, í Ethereum búið að vera mjög svona dominerandi í núna nokkur ár, sem tækni innviðurinn sem að vera byggt á, en síðan til dæmis Solana búið að vera að koma mjög sterkt inn síðustu 18-24 mánuðina sem tækni innviður og bara farin að ógna í Ethereum ansi mikið. Þannig að þú ert í rauninni þarna með, sko, ef það segja til dæmis að því að það var alltaf verið sagt bara, já, hvar eru notagildin og hvar af hverju þetta spennandi, og ég bara, erfitt að nefna eitthvað, ég nefni Bitcoin og stöðuleikamyntir og eitthvað svona uppgjörs viðskipti og banka þjónustur og eitthvað, en þetta eins og með tæknina sem við ræddum áðan, að þetta eitthvað tækni sem á leiðinni og hún með eitthvað trend og spáði í til dæmis þegar bálkakeðjutæknin sem eru svona native internet money, peningur sem á heim á internetinu, sem ekki til í dag, það ekki til peningur á internetinu ef þú tekur bálkakeðjur út fyrir svega, bara allir þessir aðilar, þetta allt miðlægi gagnagrunnar sem opnir svona hinsegin, þetta má ekki, þú veist, fær peningin eftir 30-45 daga, þetta bara einhvern veginn, þetta bara, það viltavestri, greiðslumilin, þó hún virki einhvern veginn ótrúlega, því það bara eitthvað sem fær 3% fyrir að láta þetta virka, skilur við. En, þú veist, ímyndaðir, þegar að bálkakeðjutæknin, þar sem getur streymt peningum í rauntíma, þú getur tekið bara 1.000 eða 1.000.000 dollar og greitt á hverja einustu sekundu fyrir einhverja þjónustu. Bara segjum sem svo að, þú veist, AI sé eitthvað tækni sem okkur spennandi að hugsa eitthvað svona línu sem að snertast. Bara ég get ekki sé heim þar sem við erum ekki með bara AI og robot og eitthvað sem við erum bara að borga svona. Þú veist, roboti gerir eitthvað fyrir og þú bara borgar fyrir 24 sekundur að vinnu. Bara fyndu einstakling sem tilbúin að sanna að það sé ekki að vera að gerast þetta 20 ár eða 30 ár. Og bara hvernig ætlum við að greiða pening? Hvernig ætlum við að borga 1 krónu fyrir AI sem býr til 1 mynd fyrir okkur? Eða robota sem að, þú veist, hliður síman okkar í halva mínútu á, þú veist, og full hliðunan. Eða, þú veist, allt þetta. Eða, þú veist, að keyra inn í borgina og hann skiptur dekk fyrir þig. Eða eitthvað, eða skiptur batteri undir bílnum. Þannig að, þú veist, þú ert með fullt af einhverjum tæknitrendum og peningar þú veist, ég ætla kannski ekki að vera mjög háflegur, en peningar eru mögulega stærsta uppfinning mannsins. Þetta social uppfinning, þetta ekki eðlisfræðilögmál eða neitt þannig. Við erum búin að búa til leið til að gera allt í heiminum skilvirkara. Búa til hvata, búa til leiðir þannig að fólk sé tilbúið að sjá ekki börnin sín og fara og byggja eitthvað. Það tilbúið að fara í stríð til að verja eitthvað. Veist, allt þetta snýst það að það einhverjir peningar sem búið til einhverju hvata, sem búið til lífskeiði, sem gera verkum að þú til í það. Já, og þú mælir einhver verðmæti. Mælir einhver verðmæti og ég ekki bara að rækta kartöflur, heldur, þú veist, eða rækta allt sem ég þarf að rækta til að borða og með kindur og hænur og allt þetta. Það einhver annar sem gera það líka. Þú bara búin að, þú veist, blýanturinn búin til í nokkru löndum og allt þetta sem við þekkjum, sko. Og, þú veist, þetta svo stór uppfinning og spáði ein önnur stærsta uppfinning sem við höfum, fyrir þannig að tölvan reisa, skilur, tölvan bara, þú veist, transitorinn bara
ein stærsta uppfinning líka, interneti líka ein stærsta uppfinning sem við fengið. Ímyndaðir, hvað ekki á internetinu? Hver eina sem náttúrulega, þú veist, þetta glas ekki á internetinu, það alveg fakt, skilur við þurfum ekki að hugsa það, en bara hvað ekki á netinu? Það allt á internetinu, nema peningar. Já. Og fólk í alvörinu búið að vera að tala bálkakeðu niður öll þessi ár og mótmæla þessu. Og ég bara, heyrðu, þið vitið ekki neitt. Þetta auðvitað kemur þessi tækni og keyrir peninga inn við internetsins. Það bara augljóst. Þannig að þú veist, internetið núna að fá neitið peninga. En auðvitað samt að einhver leiti sko í dag að maður það mikið bara í heimabankunum og millifæru og sé bara tölur og skjáa. Algjörlega. Þú sérðir en aldrei physical peningin sko. Algjörlega, og þetta virkar og þetta geggjað. Alveg svo þegar, þú veist, Elon Musk að byggja eitthvað eða Steve Jobs hjá Apple að byggja síma sem hann veit ömurlegur en að veita batterið verður betri eftir 3 ár, skilur og þú veist, þetta virkar, þú veist, klönki símarnir stóru virkuðu, NMT símarnir, en það var þetta að gera betur og þegar fólk sér eitthvað sem 10 sinnum betra, 100 sinnum betra, að þá breytir það og fer aldrei tilbaka. Þannig að bara sama með þetta, að þú veist, peningar að fara á interneti og ég bara að helga allavega núna mínu lífi, þú veist, ég ætla ekki að segja öllu lífinu mínu, en bara mitt vinnulíf snýst að spá í hvert þetta leiðir okkur. Þetta eru risa breytingar og þú veist, ekki vanmeta hversu, þú veist, af hverju eru Bandaríkin að taka með svona afgerandi hætti utan á rafmyntir. Mörg, þú veist, ég búin að lesa svo marga þræði. Mikið breyting þar. Þetta bara kúvending. En ég man og af hverju heldur það sé? Bara ef ég spyr, og ég ætla ekki svara, en þú veist, bara fyrir hlustundu, bara af hverju haldið að það sé? Ég hérna að segja að við erum með tækni sem undirbyggir pening á internetinu og breytir flæði fjármagns gjörsamlega. Bandaríkin eru varaforðamynt heimsins og grunnmynt heimsins og 70% öllum lánum í heiminum eru í dollarum og þú veist, mikið af viðskiptum og bara endalaust gerist í dollar. Af hverju heldurðu að Bandaríkin sé ótrúlega mikið að spá í rafmyntum og bálkakeðum og allt það á sama tíma og þau eru að fara að búa til eitthvað Bretton Woods 2.0? Ég ætla ekki að setja á mig eitthvað spámanns hatt, en eftir nokkur ár verður þetta mjög augljóst, sko. Það bara að vera bara endur skipuleggja peningakerfi. Þú veist, það vera endur skilgreina hvernig peningar eru geymdir, hvernig þeim er miðlað, þú veist, öll þessi kerfi, svo sem stjórnar þessum kerfum ræður, sko. Þú veist, við erum með núna Swift-kerfið sem leið til að senda peninga á milli landa og það er ekki peningasendingakerfi, það er bara skilabóðsendingakerfi. Frekar hægt kerfi. Já, þetta er bara skilabóð, þú veist, gegnum Swift og sendir bara, ég er með skilabóð, ég ætla að færa þennan pening og það bara, þessi skilabóð fara áfram og þá er einhver mannsendur eða tölvur sem að fylgja þeim skilabóðum. Herru, þetta er eitthvað fyrirtæki í Hollandi eða Belgíu og það er bara stjórn í þessu félagi. Það er bara stjórnamenn í þessu félagi, bara eitthvað ríkt fólk og eitthvað sem að stjórna þessu og það er bara eitthvað sem á þetta, fattar við? Herru, Bandaríkin getur bara slökkt á peningum með fjastýringu með því að hóta því að setja þetta fólk í fangelsi þegar kemur til Bandaríkjanna. Það er bara staðan. Og bara þetta fólk vill ekki fara í fangelsi og vill ekki vera á wanted lista í Bandaríkjunum eða með einhverjar viðskiptaþvinganir á móti sér og sín fyrirtæki, þau eru bara stjórnumenn hana. Þannig að þau eru bara tilbúin að gera það sem þau segja og maður bara þetta er bara eins og vatn, sko, eða loft. Peningar eru bara eins og vatn og loft. Ef þú ert ekki með pening, hvað ætlar að gera? Getur ekki borðað og getur ekki lifanistar og getur ekki átt hús, þú veist, það bara virkar ekkert án peninga. Þannig að bara, þú veist, það er verið að endurskipuleggja þetta allt og þú veist, bæði þessi nálgum er rafmyntir hjá ríkisstjórn Bandaríkjanna sem þú veist, það er alveg margt þarna sem er heimskulegt og ég ræðum það kannski ekki hér og tengt því, en bara þetta er stóra planið, þú veist, að dollaravæða heiminn aftur þegar að BRICS-löndin, Rússland, Kína, Brasilía eru búin að vera að tala að búa til sína gjaldmiðla, þú veist, þú kannski séð þetta í umræðinni, þú veist, það er verið að tala að búa til eitthvað svona non-bandaríska gjaldmiðla sem er að keppa við þetta. Herru, Bandaríkin er bara að fara að keyra þetta allt út, sko. Þú veist, hvað ætlar evran að gera þegar að búa dollaravæða heiminn? Ég veit ekki hvað við munum gera með evrur, skilur við.
Takk fyrir að hlusta á þennan þátt af Íslenska draumnum. Sjáðu til þess að þú missir ekki af næstu þáttum og farið inn á íslenskidraumurinn.is og skráðu á póstlistan hjá okkur. Við sendum tilkynningu leið og næsti þáttur fer í loft.